Landlæknir, góði gestir, velkomin á þetta málþing á degi sjúklingaöryggis og við ætlum að fjalla á þessum degi fyrst og fremst sjúklingaöryggi barna. Tökum þetta alveg í tímalínu frá meðgöngu til unglingsáranna og við ætlum að hafa ein 11 erindi hérna, flest í styttri kantinum til þess að geta komið víða við og ég ætla að vera fundarstjóri, ég heiti Sigurður Sigurðsson og í fagráði sjúklingaöryggi sem fagráð á vegum landlæknisembættisins og ég mun reyna að halda ykkur við tímann sem að flytja hér erindi og svona veifa lítillega blaðinu svona þegar þeir að fara yfir tímamörkin. Ef menn fara gróflega yfir tímamörki þá vil ég minna fólk á að ég líka svæfing- og gjörgæslulæknir og hef aðgang að öflugum lyfjum. Þannig að ég bið menn að virða þau svona svo við komumst nú yfir allt saman. En við ætlum að byrja á því að biðja landlækni Maríu Heimisdóttir að flytja hér opnunarerindi. Gjörðu svo vel, Maríu. Komið sæl öll og verið velkomin á þetta málþing sjúklingaöryggi, hvort sem þið eru hérna í salnum með okkur eða heima í streymi. Hlustið á okkur í streymi. Takk fyrir að vera með okkur. Eins og Sigurður sagði að þá þema alþjóðadagsins sjúklingaöryggi í ár að það öryggi barna allt frá fæðingu. Og þetta málþing skipulagt af embætti landlæknis og í samvinnu við ýmsa fagaðila og notendur heilbrigðisþjónustunnar. Skipulagt af fagráði embættis landlæknis. Fyrsti alþjóðadagur sjúklingaöryggis var haldinn árið 2019 og síðan höfum við nýtt þennan dag, 17. september, ár hvert til að minna á og halda á lofti sjúklingaöryggi. Og við höfum farið víðan völl frá ári til árs, allt frá því að ræða hvernig við getum eflt sjúklinga og aðstandendur í að vinna með okkur að auknu öryggi og yfir í það hvernig við getum tryggt öruggari sjúkdómsgreiningar. Það mikilvægt að við sem erum hérna, við sem sinnum heilbrigðisþjónustu, nýtum hennan dag ekki bara til þess að minna okkur á mikilvægi sjúklingaöryggis almennt, heldur hugum sérstaklega þeirri ábyrgð sem við berum á einu viðkvæmasta hópi samfélagsins og það auðvitað börnin okkar. Það auðvitað alltaf forgangsatriði að tryggja öryggi í þjónustu við sjúklinga en nýburar og önnur börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir ýmsum áhættuþáttum sem tengjast öryggi sjúklinga. Þau eru háð fullorðnum til þess að tala fyrir þau, til þess að túlka fyrir þau, til þess að taka erfiðar ákvarðanir fyrir þau. Og þau eru að þroskast hratt. Sjúkdómsmynstur þeirra og þarfir varðandi heilbrigðisþjónustu eru bæði ólík því sem gerist meðal fullorðinna og breytist þar að auki eftir því sem þroska þeirra og vexti vindur fram. Eitt atvik getur haft varanleg áhrif á líf og þroska og heilsu barns, áhrif sem geta varað alla ævi og takmarka getu þess til að lifa sínu lífi í samræmi við eigin óskir. Þess vegna svo brýnt að við komum í veg fyrir hvert einasta atvik hvenær sem þess nokkur kostur. Alvarleg atvik og dauðsföll eru óbærileg áföll fyrir þá sem fyrir þeim verða og aðstandendur þeirra. En þau hafa líka skírskotun á heimsvísu og einn liður í sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna. En þessi markmið eins og þið auðvitað þekki beinast að því að binda endi á fátækt, vernda jörðin okkar og tryggja velsæld til handa íbúum jarðarinnar fyrir árið 2030. Einn liður í þessum sjálfbærni markmiðum einmitt að hindra dauðsföll barna hvenær sem því verður við komið. Og þannig lögð áhersla á öryggi barna í alþjóða áætluninni öryggi sjúklinga frá 2021 til 2030.
og þar fjallað mikilvægi þess að móta og innleiða örugga klíníska ferla, efla hæfni heilbrigðisstarfsfólks og síðast en ekki síst að virkja fjölskyldur og sjúklinga og auka árvekni okkar allra gagnvart öryggi. Áætlunin kallar einnig á fræðslu öryggi sjúklinga og þar á meðal er kallað eftir því að til boða standi sérstakt námsefni fyrir börn á efri stigum grunnskóla helstu öryggisþætti í heilbrigðisþjónustu og hvernig þau geta sjálf talað fyrir sínum málefnum innan heilbrigðisþjónustunnar. Undir slagorðinu öryggi sjúklinga frá upphafi þá kallar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin eftir aðgerðum til að tryggja öryggi í þjónustu við börn allt frá upphafi. Til að takast á við þessa áskorun þarf alhliða aðgerðir á lykilsviðum öryggi sjúklinga, svo sem öruggar fæðingar og umönnun eftir fæðingu, öryggi í lyfjameðferð, öryggi við sjúkdómsgreiningu, öryggi við bólusetningar og sýkingavarnir og síðast en ekki snemmtæka greiningu og versnandi einkennum og klínísku ástandi. Ísland hefur árabil sýnt frábæran árangur í þjónustu við verðandi mæður, nýbakaðar mæður og nýbura. Og það á ábyrgð okkar allra að tryggja að sá árangur glatist ekki. Það ekki að ástæðu lausu sem nýburadauði og mæðradauði með því lægsta sem gerist á heimsvísu á Íslandi. Það af því að við höfum sett þjónustu við þennan sjúklingahóp í ákveðin farveg. Og sá farvegur hefur gefið okkur þennan árangur ef við veljum að snúa þessari þjónustu yfir í einhvern annan farveg, þá erum við að ógna þessum árangri. Og það einmitt á ábyrgð okkar allra að tryggja að þessi árangur glatist ekki og þess vegna finnst mér mikilvægt að segja frá því að hjá embætti landlæknis þá höfum við verið að endurskoða leiðbeiningar val á fæðingarstað og það var nú kominn tími til þess og það mikilvægt að endurskoða slíkt reglulega í takt við bæði nýja þekkingu og breyttar aðstæður í samfélaginu, til dæmis eins og samgöngur, sem skipta gríðarlegu máli þegar við horfum til þjónustu við fæðandi konur og nýfædd börn. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setur fram 4 megináherslur hvað öryggi barna í heilbrigðisþjónustu varðar. Í fyrsta lagi sú staðreynd sem barnalæknar leggja endalausa áherslu á og ég brosi vegna þess að þau skamma okkur ef við gleymum þessu og það nú minnst kosti 2 barnalæknar í salnum. Það börn ekki lítið fullorðið fólk. Þetta ekki rétt hjá mér og maður má ekki segja það. Börn ekki lítið fullorðið fólk. Þau allt öðruvísi. Þau ekki smækkumynda fullorðnum. Þau þurfa sérhæfða og einstaklingsbundna þjónustu. Þau þurfa þjónustu sem hæfir aldri þeirra, þroskastigi, læknisfræðilegum þörfum og getu þeirra til samskipta á hverju þroskastigi fyrir sig. Í öðru lagi lögð áhersla á að öryggi sé ávallt í fyrirrúmi, ekki síst undir kringumstæðum sem við vitum að eru hættulegar, eins og á gjörgæslu eða þegar meðferð sérstaklega flókin. Í þriðja lagi lögð áhersla á að við séum vakandi fyrir algengustu orsökum skaða hjá börnum í heilbrigðiskerfinu. En það eru lyfja- og greiningavillur, sýkingar tengdar meðferð, vandamál með lækningatæki eins og til dæmis slöngur eða skjái og þegar viðvörunarmerki versnandi ástand barns fara fram hjá starfsfólki. Í 4. og síðasta lagi bent á mikilvægi ferla og kerfa sem lágmarka hættu á mistökum eða skaða. Slíka ferla þarf að skoða, uppfæra og innleiða af heilbrigðisstarfsfólki sem hefur til þess viðeigandi þjálfun og menntun. Og hérna á Íslandi þá erum við svo heppin að taka þátt í mjög öflugu norrænu samstarfi meðal annars öryggi í heilbrigðisþjónustu. Og í lok síðasta árs að þá kynntu Norðurlöndin, þar á meðal Ísland, nýjan ramma eða viðmið nauðsynlega þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á sviði sjúklingaöryggis. Þessi rammi felur í sig 15 viðmið nauðsynlega þekkingu og hæfni og byggður á
leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar en aðlagað að aðstæðum þar sem að við á hverju sinni. Nú sjúklingaöryggi ekki bara á ábyrgð heilbrigðisstarfsfólks, þetta sameiginleg ábyrgð okkar allra. Sjúklingar og fjölskyldur geta aukið öryggið þegar þau taka virkan þátt í umönnun og meðferð eftir því sem við á og til að geta stutt við meðferð barna sinna þá þurfa foreldrar auðvitað að hafa nauðsynlegar leiðbeiningar frá heilbrigðisstarfsfólki eins og leiðbeiningar lyfjameðferð, aðra meðferð sem barnið í, leiðbeiningar hvenær og hvernig á að leita aðstoðar. Og þau þurfa að finna fyrir stuðningi kerfisins, ekki vera hrædd við að spurja. Og við þurfum að þannig að tryggja menningu þar sem að opin samskipti eru viðurkennd og þar sem við vinnum saman að því að tryggja öryggi, horfumst í augu við öryggisbresti og drögum lærdóm af mistökum. Kostnaður vegna öryggisbresta í heilbrigðisþjónustu almennt nemur 13% af heilbrigðisútgjöldum heilbrigðiskerfa á landsvísu. Þá vantar mikið upp á vegna þess að það eru ótaldar byrðar þeirra sem að verða fyrir annaðhvort sjálfir, öryggisbrestum eða aðstandendur þeirra. Byrðar þeirra sem eru erfitt að meta til fjár en geta verið til dæmis á formi sársauka, áhyggna og skertra lífsgæða. Þessum beina og óbeina kostnaði viljum við útrýma með því að auka öryggi allra sjúklinga en ekki síst barna. Og hér er rétt að hafa í huga að á árunum 2020 til 2025, það sem af þá hafa verið tilkynnt til embættisins 21 alvarlegt atvik meðal barna. 21 alvarlegt atvik. Og við þurfum að muna að þegar við fjárfestum í sjúklingaöryggi frá upphafi að þá erum við að fjárfesta í öllu lífi barnsins, í heilbrigðara samfélagi, sterkara efnahagslífi og bjartari framtíð. Kæru vinir, markmiðið okkar er einfalt en mikilvægt og við getum náð því. Ekkert barn á að verða fyrir tjóni vegna heilbrigðisþjónustu sem að það þarf á að halda. Saman getum við gert heilbrigðisþjónustuna öruggari fyrir okkur öll og fyrir öll börn og saman getum við tryggt að öll börn fái örugga þjónustu frá upphafi. Takk fyrir. Kæra þakkir, Marja, að ramma þetta svona vel inn fyrir okkur og ég ætla að byrja á því að tilkynna örlitla breytingu á dagskránni, hún er ekki stór, að vegna forfalla þá fellur eitt erindi niður og setjum inn eitt stutt erindi sem að er þá núna næst á dagskrá, það er hún Hrefna Þengilsdóttir sem er barnalæknir og vinnur hjá embætti landlæknis sem ætlar aðeins að fara yfir norræna viðmiðunarramma þekkingu og hæfni í sjúklingaöryggi. Gjörðu svo vel, Hrefna. Já, komið sæl, eins og Marja minntist á áðan að þá hafa verið gefin út hæfniviðmið í sjúklingaöryggi. Það var gert í fyrra og kynnt hér á málþingi í fyrra og ég ætlaði bara að nýta tækifæri og minna aðeins á þau aftur. Þetta verkefni, norrænn viðmiðunarrammi þekkingu og hæfni heilbrigðisstarfsfólks varðar sjúklingaöryggi. Var gefið út í nóvember 2024 og kynnt í streymi 16. desember sama ár. Og ég ætla aðeins að minnast á hann aftur því að það er gott að þekka til og endilega að nýta í starfi og námi heilbrigðisstétta. Þetta
semst að finna á island.is síðunni. Þar tilkynning útgáfu þessa viðmiðunarramma og hlekkur á ramman sjálfan. Hann sem sagt sameiginlegt verkefni systurstofnana embættis landlæknis á Norðurlöndum. Við höfum verið í samvinnu við þær stofnanir í tengslum við innleiðingu og aðgerðaráætlun WHO eða Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sjúklingaöryggi og þetta verkefni spratt upp úr því samstarfi. Verkefni var unnið á ensku og þá eftir að þýða viðmiðunarrammann yfir á íslensku og það sem ég kynni hér í bráðabirgða þýðing. Markmið verkefnisins var að gera sameiginlegan viðmiðunarramma öryggi sjúklinga sem heilbrigðisstofnanir, menntastofnanir, höfundar kennsluefnis og aðrir aðilar sem kenna heilbrigðisstarfsfólki geta nýtt sér. Hann getur einnig nýst sem grunnur til að styðjast við þegar sett eru fram hæfnimarkmið innan menntastofnana og heilbrigðisstofnana og hjá öðrum sem sjá kennslu. Hann hugsaður sem leiðbeinandi en ekki skylda. Tilgangurinn með sameiginlegum viðmiðunarramma, hann var margvíslegur. Styrkja Norðurlöndin í því að efla öryggi sjúklinga og innleiða aðgerðaráætlun WHO sjúklingaöryggi. Öll þátttökulöndin eru með stefnu eða aðgerðaráætlun gæði og öryggi heilbrigðisþjónustu. Við erum með áætlun gæðaþróun og þessi viðmiðunarrammi fellur vel inn í þá áætlun. Einnig var tilgangurinn að stuðla að samræmingu innan Norðurlandana þá hæfni og þekkingu sem heilbrigðisstarfsfólk þarf að búa yfir varðandi sjúklingaöryggi. Enda lærir og starfar heilbrigðisstarfsfólk oft á hinum ýmsu löndum, í hinum ýmsu Norðurlöndum. Því getur sameiginleg kunnátta og skilningur á öryggi sjúklinga haft jákvæð áhrif á öryggi, bæði sjúklinga og starfsfólks. Einnig var tilgangurinn að ná fram betri árangri í samstarfi og sameiginlegum lausnum, en það einmitt eitt af markmiðum norrænu ráðherranefndarinnar en hún styrkti þetta verkefni sérstaklega. Við upphaf verkefnisins var ákveðin sameiginleg sýn á það og viðmiðunarramminn byggir á henni. Það að mismunandi markhópar og námsumhverfið þurfa mismunandi þekkingu, færni og beita þar mismunandi kennsluaðferðum. Þekking á öryggi sjúklinga tengist þekkingu á ýmsum öðrum þáttum eins og gæðaþróun, stjórnun og fleira. Innleiðing rammans þarf að vera sérsniðin fyrir hvert land og hann frábært tækifæri til frekara norræns samstarfs á sviði sjúklingaöryggis. Að viðmiðunarrammanum sjálfum. Ég ætla ekki að fara nánar út í hvert og eitt hæfniviðmið, ég ætla bara að benda ykkur á að þau eru 15 talsins og þeir eru tilgreindir í þessu skjali og þeir eru vissulega samtvinnaðir, tengjast innbyrðis á margan hátt. En gott að hafa til hliðsjónar við kennslu heilbrigðisstarfsfólks og aðgengilegur á netinu, en það vissulega frekari kynningu hér á Íslandi og markvissa innleiðingu. En mig langaði að kynna þetta, ég held að þetta sé mikilvægur grunnur og stuðlar að aukinni þekkingu og samræmingu. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Hrefna, og nú erum við búin að heyra svolítið frá yfirvöldunum eða stjórnvöldunum það hvað við eigum að vera að gera og ramminn utan það og hvers vegna við eigum að vera að gera þetta. Og ég held að þurfi ekkert mikið að predika yfir ykkur hvað þetta mikilvægt, en núna munum við í framhaldinu fá að heyra frá fólkinu sem að vinna með þessi mál á gólfinu, hvað þau eru að gera, og ég held að það er margir spennandi hérna framundan, og við ætlum að byrja svona í byrjuninni, getum við sagt, og ég ætla að bjóða henni Björk Ásgeirsdóttur, ljósmóður og vökudeild Landspítalans, að koma og ræða aðeins nikótínneyslu á meðgöngu og áhrif á nýbura. Gjörðu svo vel. Jæja, komið þið sæl. Ég heiti Björk og ég vinn á vökudeildinni sem gjörgæsludeild fyrir nýbura. Þar sinnum við börnum frá 23. viku meðgöngu sem vegum 500 grömm og upp í 3 mánaða börn sem farin að sigla yfir 5 kíló. Mjög mismunandi hópur barna. Í dag ætla ég að fjalla nikótínneyslu á meðgöngu og áhrif á nýburann og þá hvernig þetta blasir við okkur á vökudeildinni þegar við fáum börn inn sem að hafa orðið fyrir áhrifum nikótíns. Nikótín finnst í tóbaksplöntunni og kókaplöntunni og nikótíni í rauninni leið plöntunar til að drepa skordýr. Og þetta eitt sterkasta taugaeitur sem þekkt og það fer auðveldlega í blóðrás, tengist asetýlkólinemum í heila og veldur þar örvandi og vellíðunar áhrifum. Ef við horfum svo á fóstrið þá fer nikótínið mjög auðveldlega líka við fylgju og magn nikótíns í blóðrás fósturs og í legvatninu jafn mikið eða jafnvel meira en í blóðrás móður. Nikótínið æðaherpandi, það eykur hjartsláttartíðni, hækkar blóðþrýstinginn í fóstrinu, dregur úr fósturhreyfingum og hamlar líka blóðflæði í fylgjunni. Þannig að það minnkar þá súrefnis og næringarflutning til fósturs. Þannig að það sem við sjáum og það sem hefur verið mjög vel rannsakað hefur það verið oftast rannsakað í tengslu við sígarettureykingar. Og það sjáum við þessa áhættuþætti, það er fylgjuþurrð, fylgjan verður léleg, barnið verður lítið, getur valdið fósturlátum, andvanafæðingum, barnið er vaxtarskert og lítið með lága fæðingaþyngd, getur valdið fyrirburafæðingum, öndunarörðugleikar eftir fæðingu, fráhvörf, vanþrif, það er minni mjólkurframleiðsla hjá móður og það er auknar líkur á vöggudauða. Þessar rannsóknir byggjast á áhrifum nikótíns og reyksins úr sígarettunni sjálfri. Þannig að þegar við erum farin að horfa á hreina nikótínnotkun eins og er algengust í dag, þá er myndin aðeins öðruvísi en rannsóknir eru ekki alveg farnar að sýna nákvæmlega fram á hver breytingin er. Það er kannski örlítið minni tengsl við vaxtarskerðingu og fyrirburafæðingu, en margir aðrir áhættuþættir hanga inni af því að nikótíni sjálft er það sem veldur þessum áhrifum. Nikótínnotkun er algengust í byrjun meðgöngu 6,9%, en í lok meðgöngu sem betur fer er einungis 0,5% kvenna sem að neyta nikótíns. Meðgönguvernd er með sérstakt skjal og stuðningsprógram fyrir þessar konur, stuðningur til nikótíns tóbaksleysis á meðgöngu. Í skráningu í sögu er sérstaklega spurt reykingar, en ef móðirin neytir annarra nikótínefna eða nikótínlyfja þá þarf að fara sérstaklega inn í sögu og skrá það. Þannig að skráningarformið okkar er ennþá fókuserað á reykingar en ekki til dæmis nikótínpúðana sem er það sem fólk er að nota mest í dag. Reykingarnar sjálfar hafa oft sterkt tengsl við andleg veikindi, lága félagslega stöðu, lágt menntunarstig, algengari hjá fólki af erlendum uppruna. Nikótínvörurnar hins vegar hafa allt annað neyslumunstur. Það eru oft yngra fólk að ræða sem eru aldrei reykt og byrja prímært að nota
púða, sérstaklega púða. Þarna erum við að tala um íþróttafólk, við erum að tala um námsmenn, við erum að tala um heilbrigðisstarfsmenn. Þetta er svona meira Jón og Jóna, venjulegur Íslendingur. Og þarna ekki jafn sterk tengsl og reykingarnar hafa við aðra áhættuhegðun eða sálræna kvilla. Það er mjög auðvelt að fela nikótínpúðaneyslu. Unglingarnir okkar, verða rosalega fljótt háðir nikótínpúðunum og þeir trappa sig hratt upp í nikótínmagni. Þannig að nikótínpúðarnir eru algengasta neysluform nikótíns á Íslandi í dag. Ef að kótínin, sem er niðurbrotsefni nikótíns, er mælt í blóði, þá hefur sýnt fram á að það er að nálgast að magn sem mælist hjá stórreykingafólki. Og hér sjáum við neyslu á nikótínvörum, þetta er frá landlækni, nýjustu tölur frá 2024 og það sjáum við reykingarnar minnka hægt og rólega, rafretturnar á nokkurn veginn staðið í stað, en nikótínpúðarnir skjótast upp. Hérna sjáum við rafretturnar, þær hafa kannski verið aðeins á undanhaldi, en hér sjáum við nikótínpúða neyslu og við horfum á 18–34 ára konur sem eru á barneignaraldri, að þar er orðin 21% neysla og karlmenn á sama aldri 32%. En þetta er ofboðslega algengt og jafnvel algengara þess að tölu gefa til kynna. Þannig að innflutningurinn hefur rúmlega 1000-faldast, 2018 107 kíló, 2022 172 tonn, 12 milljónir nikótíndolla. Ég fann ekki nýrri tölun um þetta, en þetta er svakalegt. Þannig að nikótínpúðarnir sjálfur, þeir eru innihalda 4–50 milligram per gramm og hver púði er cirka gramm og af þessu frásögast svona 25–40% inn í blóðrásina. Sígaretturnar 10–12, 8–20 aðeins mismunandi, en eins 1–2 milligram fara út í blóðrás. Þannig að þú getur verið að taka sterkasta nikótínpúðan sem er að samsvara 8–10 sígarettum. Og við reykingar þá toppar nikótínið þegar reyknum er andan í lung og fellur á millina. Þú færir svona bylgjótt magn af nikótín í blóðinu. Við neyslu nikótínpúða þá frásögast það mjög hratt í gegnum slímhúð í munni og er með jafna og samfellda hækkun í blóðinu í 20–60 mínútur. Og við vitum ekkert hvernig þetta mismunandi neyslumunnstur hefur áhrif á fóstur í móðurkviði. Og þetta er það sem við höfum mestar áhyggjur af. Fóstur sem er útsett fyrir nikótíni fjölga nikótínídík acetylkólín viðtökum í heila til að vega upp á móti stöðugri örvun. Og oförvun vegna nikótíns gerir þessa viðtaka að lokum ónæmari og þeir hætta að svara eðlilegu seyti á acetylkólíni. Og þessi truflun á boðskiptum og dreifingu viðtaka hefur varanlega áhrif á mótun heilans. Og dýrarannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á rýrnun og heilavef, seinkaðan hreyfiþroska og ofvirkni. Og á myndinni sjáum við heila í 25 vikna fyrirbura. Það eru litlu kúnnarnir okkar sem við sjáum á deildinni. Það sem heilinn er sléttur. Þegar barnið útskrifast frá okkur, sirka 15 vikum seinna, er heilinn búinn að mynda allar sínar fellingar. Þannig sjáum hvað er ofboðslega mikið að gerast á stuttum tíma. Þetta er það sem við erum að fylgjast með á vökudeildinni. Við vitum að nikótínneysla meðgöngu hefur verið tengd við aukna tíðni öndunarörðugleika og svo er það fráhvarfseinkennin. Og eins og ég sjáum þá lýst þessum nýbura ekkert á þessi áhrif. Öndunarörðugleikarnir, nikótínið hefur áhrif á þroska ósjálfráða taugakerfisins sem stjórnar öndunartíðni og viðbrögðum við súrefnisskorti. Og áhrifin geta komið fram sem aukin öndunartíðni hjá nýburanum, öndunarhlé í svefni, dræmara viðbragð við súrefnisskorti og skert geta til að vakna úr djúpsvefni við áreiti. Og þarna er talin vera skýringin með tenginguna við vöggudauða. Og sænskar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl notkunar á munntóbaki og vöggudauða óháð áhrifum reyks í reykingum. Þannig að þetta er nikótínið sem er bófinn. Og það hefur líka verið sýnt fram á að þarna er líka tenging við fyrirbörufæðingar og vaxtarskerðingu en minni en hjá reykingunum.
Fráhvarfseinkenni hjá nýburanum, þau eru háð mörgum þáttum og þá sérstaklega því hversu löng meðgangan því að því lengri sem meðgangan því gegndara bara verður fylgjan, því meira af efnunum fer yfir til barnsins og því meiri fráhvarfseinkenni sýna þau. En það sem mikilvægast innan þessari glæru að fráhvarfseinkennin eru ekki sérstakt eftir því hvaða lyf eða efni mamman að taka. Þannig að börnin sýna okkur fráhvarfseinkenni óháð því hvað mamman að taka. Og þau sýna okkur einkenni frá taugakerfi, meltingarfærum og svo einkenni frá ósjálfráða taugakerfinu. Þau eru með skjálfta, þau eru pirruð, þau sofa stutt, hátinnigrát, aukinn vöðvatónus, ýktumórureflex. Svo nærast þau illa með rosalega sogþörf en geta ekki sogið almennilega. Þau fara að æla, þau eru með niðurgang, þau þorna upp og þyngjast illa. Þau eru með stífla nef, þau eru með hita, kommur, sveiflur í hitastig, hröð öndun. Málið að þessi einkenni geta lítið þýtt ýmislegt annað. Þannig að börn sem sýna svona einkenni þarfnast uppvinnslu. Þau eru að útiloka ýmsa aðra kvilla hjá þeim, þannig að þau eru útsett fyrir inngripum. Ég ætla að sýna ykkur hérna myndband af barni í fráhvarfi. Af því það er svo auðvelt að þylja upp þessi einkenni, en fólk veit ekki almennilega hvernig barn lítur út í fráhvarfi og hversu hræðilega illa þeim líður. Þetta barn ekki í nikótínfráhvarfi. Það í fráhvarfi frá ópíóíðaefnum og sem betur fer sjáum við örsjaldan svona slæm fráhvarfseinkenni hjá börnum sem eru útsett fyrir nikótíni. En þau eru samt til staðar. Barnið getur sýnt fram á einkenni. Þannig að, og ég bað viljandi að það væri hljóð á þessari glæru. Horfi sérstaklega á fæturnar og tærnar á þessu barni. She doesn't really suck well. She just doesn't seem to have a real good, she's choppy. She's just all over this pacifier. This. Já. Svona. Þannig að þetta ekki auðvelt að horfa upp á þetta barn og þið getið ímyndið ykkur barn sem að fer heim með foreldrum sínum, ekki greint með nikótínfráhvörf og hversu ofboðslega erfitt að sinna barni sem að með jafnvel bara væga útgáfu af fráhvörfum. En nikótíni skilst yfir í brjóstamjólkina og þar þrefalt hærra en í blóðrás móður. Konur sem að neyta nikótíns framleiða minni brjóstamjólk, en þegar barnið fer að fá mjólk frá mömmu sinni þá lagast fráhvarfseinkennin af því þá fær barnið nikótínskammtinn sinn aftur. En fráhvarfseinkennin geta þá komið fram þegar barnið hættir á brjósti eða mamman hættir að nota nikótín. Þannig að nýburamæðra sem að nota nikótín á meðgöngu eru útsettari fyrir inngripum. Við þurfum að útiloka lágan blóðsykur, sýkingar, súrefnisskort, einhvers konar ertingu í taugakerfi sem ástæðu einkenna. Við þurfum lengri sjúkrahúsinnlögn eftir fæðingu. Þau eru líklegri að þurfa endurinnlögn að halda. Og börn sem sýna fráhvarfseinkenni eins og barnið sem ég sá hérna áðan eru líklegt að verða fyrir vanrækslu og ofbeldi og þá sérstaklega að tala shaken baby syndrome. Af því þreyttir foreldrar sem sinna svona barni yfir lengri tíma, kannski viðkvæmir aðeins til að byrja með, að því miður þá aukast líkurnar á þessu. Og samkvæmt nýlegu lokaverkefni til BS-prófs í læknisfræði, hún Daníela Björg Stefánsdóttir gerði þetta sem rannsakaði alla nýburafædda 2023. Þá skoðaði hún meðal annars börn sem voru útsett fyrir annars konar nikótínnotkun en reykingum, sem sagt aðalega púðarnir. Og þetta styður það sem hefur komið fram í öðrum rannsóknum, það er auknar líkur að aðkomi okkar á vökudeildinni, það er auknar líkur á öndunar örðugleikum í sængurlegu. Við erum að vinna þessa krakka upp miklu oftar vegna gruns sýkingu út af einhverju svona óljósum einkennum og það er lengri innlagnatími eftir fæðingu. Það hefur verið sýnt fram á að nikótínneysla snemma meðgöngu hefur sýnir fram á varanlegar breytingar í taugaboðefnakerfi og taugatengingum heilans
Þannig að langtíma áhrif meðal annars eru auknar líkur á ADHD, námserfiðleikum, hegðunarvandamálum. Það verða breytingar á umbunarkerfi heilans og það eykur hættu á nikótín- og vímuefnafíkn seinna á lífsleiðinni. Aukin hættu á kvíðaröskunum, þunglyndi, offitu og hvatastjórnunarvanda. Og það kannski versta við þetta, þessar rannsóknir hafa sýnt fram á aukna áhættu jafnvel þó að mamman hætti að nota nikótín frekar snemma á meðgöngunni. Af því að þú ert að nota nikótín snemma á meðgöngu þegar heilinn í sem mestum þroska, mesta taugatengingar eru að gerast, að þá getur þetta haft áhrif strax. Þannig að við erum með nýtt neyslumynstur á nikótíni og við erum með alveg nýjan kunnahóp. Það auðveldara að fela þessa neyslu, maður getur verið með púða í munni, þessa litlu hvítu, það sjást ekki neitt. Þessi púðar eru seldir sem tóbakslausir púðar, eru samt fullir af nikótíni og nikótíni er það sem er hættulegt óháð því hvort þau koma úr tóbaksplöntunni eða frá tilraunastofu. Það er mikilvægt að skrá nikótínneyslu í byrjun og lok meðgöngu til að sjá hvort að við séum að fá einn krakka sem hugsanlega getur verið með fráhvarfseinkenni eða áhrif á öndunarfæri. Og að það sé auðvelt að sjá skráningu nikótínneyslu ef að barnið sýnir einkenni og er komið inn til okkur. Það getur verið pínu erfitt í okkur. Þetta stendur til dæmis ekkert alltaf á barnablaði og kemur ekkert endilega eitthvað fram í rapporti. Og eins og ég segi, tengsl við fleiri inngrip, lengri innlagnir, endurinnlagnir og þarna er náttúrulega sjúklingaöryggi sem að þarf að líta á. Og þessi áhrif hreinnar nikótínneyslu, mínus reykur, er minna skoðuð. Og eins og ég segi, hætta á vanrækslu, ofbeldi ef að fráhvarfseinkenni er til staðar og svo þessi langtíma áhrif sem við vitum hreinlega ekki alveg hver eru. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Björk. Við erum með það knappan tíma á hverjum erindum að við getum ekki haft spurningar eftir hvert erindi en getum séð svona í lok dags hvort að það er einhverja brennandi spurningar sem koma. Þannig að við ætlum bara að snúa okkur strax að næsta erindi og það er þá komin aðeins lengra fram í líf barnanna og það er hún Kamilla Jósefsdóttir, yfirlæknir á sóttvarnasviði embættis landlæknis sem ætlar að fjalla bólusetningar barna. Gjörðu svo vel, Kamilla. Góðan daginn og takk fyrir að gefa mér tækifæri til að tala bólusetningar sem ég er alltaf til í. Það er hægt að fjalla bólusetningar og sjúklingaöryggi á endalausa vegu, þannig að þetta er bara ein leið. En ungbarnabólusetningar hafa verið gefin svo einkunn að vera arðbærustu fyrirbyggjandi aðgerðir í heilbrigðismálum fyrir utan hreint vatn. Og forsendan eða ástæðan fyrir því að við erum að gefa bólusetningar er að við erum í rauninni að kenna ónæmiskerfinu á eitthvað sem að getur verið ógnandi fyrir bara líf og heilsu viðkomandi ef hann fær ekki þetta tækifæri fyrir. Fyrirfram tilbúið svar þýðir að sýking ef að viðkomandi þessu útsettu fyrir því síðar næri ekki fótfestu í líkamanum, sem þetta bara hindra smitt í bestu tilvikunum, eða þá að sýkingin fær ekki tækifæri til þess að valda einhverju meini eins og til dæmis HPV-bólusetningarnar og að koma í veg fyrir krabbamein, eða þá tími vinst til að keyra upp ónæmissvar áður en verður of seint eins og með heilahimnubólgu og blóðsýkingar og þess og þar. Þetta er líka oft markvissara svar heldur en líkaminn myndar ef að allur sýkillinn kemur í líkamann, því að það er yfirleitt búið að skilgreina hvaða þættir, ef það er hægt, skipta mestu máli til þess að bregðast rétt við nákvæmlega hindra innkomu sýkilsins
hindra eitthvað ákveðið ferli í sýkingunni. Og ég hendi þessu upp, þetta svolítið hrátt, en ég vildi svona sýna ykkur ekki alveg nógu myndrænt, en samt aðeins myndrænt, hverjar eru svona helstu ástæður fyrir því að bólusetningar fara í áætlun, fara út í að vera gerðar bara almennt í barnabólusetningum. Bólusótt var náttúrulega ekki bara gerð hjá börnum, en það var mjög mikill ungbarnadauði og það var mjög mikill fósturskaði og mæðradauði sem tengdist bólusóttafaraldrinum. En aðalástæðan var samt lægri dánartíð almennt, því að þetta var einn mesti skaðvaldur sem við höfum þekkt. Barnaveikin var svo, eins og nafnið gefur til kynna, miklu markvissari aðgerð til þess að reyna að draga úr sérstaklega ungbarnadauða en líka smábarnadauða. Stífkrampinn aðeins öðruvísi því að þar var í rauninni búið að finna út þær aðgerðir til hreinlætis sem að komu mest í veg fyrir nýburastífkrampa áður en að bólusetningarnar komu til, en bólusetningarnar skipta meira máli þegar síðar á lífsleiðinni, en víða þar sem að stífkrampi mjög algengt vandamál og þar lögð mikil áhersla á stífkrampabólusetningar á meðgöngu til þess að móðurinn skili mótefnum til barnsins eins og við gerum með kíghósta til þess að barnið sé í minni hættu á stífkrampa fyrst eftir fæðingu. Við gerum eins og ég segi kíghóstabólusetningar á meðgöngu, þar var ungbarnadauði miklu hærri heldur en hjá eldri aldurshópum og mænusótt hefur líka hærri dánartíðni hjá yngstu börnunum heldur en þeim sem eldri eru. Við höldum áfram og í svona aðeins nýrri bóluefni, við gefum mislinga, rauðuhund og hettusóttabóluefni saman, þannig að hettusóttin flýtur svolítið með því að hún hefur ekki eins slæm áhrif á ungbörn og fóstur, en mislingar bæði geta valdið mæðradauða, fósturmissi og eru mjög skæðir hjá ungum börnum, langhæst dánartíðnin hjá yngstu börnunum. Rauðir hundar ástæðan fyrir við bólusetjum við rauðum hundum að þó rauðir hundar séu yfirleitt frekar væg veikindi, það geta reyndar valdið svona liðkvillum og einhverjum leiðinlegum vandamálum, en það ekkert yfirleitt hamlandi fyrir fólk, að þá fósturskaði eitthvað sem kom fyrir í 1 af hverju 378 tilfellum og það var þá tíðni rauðra hunda nógu snemma á meðgöngu til þess að hafa áhrif á fóstur. Þetta eru bandarískar tölur frá miðri 20. öldinni. Hib, meningokokkar og pneumokokkar eru allt mögulega banvænar bakteríusýkingar og oft bara vinnst líkamanum ekki tækifæri til að vinna á sýkingunni áður en það er orðið sena. Og þetta eru allt sjúkdómar sem að geta lagst á allan aldur en komu sérstaklega illa við ung börn en einnig börn á öðrum aldri. HPV hefur minna með börn og ungmenni að gera, þar eru við að reyna að koma í veg fyrir eitthvað sem gerist svo á fullorðinsárum. Við vitum allavega ekki til þess að það sé eitthvað sérstaklega skaðlegt börnum, en það getur samt valdið papillómamyndum á raddböndunum. En hlaupabóla, inflúensa, rótaveiru og RS eru allt eitthvað sem við viljum helst ekki sjá. Sérstaklega hlaupabóla hjá nýburum eða á meðgöngu getur farið mjög illa með barnið. Við bólusetjum gegn inflúensu og kíghósta á meðgöngu af því að við viljum verja barnið frá fyrsta degi ef að inflúensa til staðar frá fyrsta degi. Kíghóstan erfiðar að spá fyrir, þannig við erum bara með það alltaf í gangi. Inflúensan náttúrulega árstíðabundin bólusetning. Og núna í vetur erum við að fara að hefja notkun einstofna mótefnis gegn RS-veiru og það að því að við getum ekki treyst ónæmiskerfi barnsins til að bregðast rétt við bólusetningu gegn RS, þannig við þurfum annarkvort að bólusetja móður og meðgöngu eða gefa einstofna mótefni og hér hefur verið ákveðið að gefa einstofna mótefni því þá hægt að gefa öllum sama tækifæri. Ef við notum bólusetningu og meðgöngu þá eru alltaf einhverjir sem missa af, en það kemur alveg til greina að nota það með einstofna mótefni síðar þegar framboðið orðið aðeins tryggara á mótefninu í þannig prógram. En ég vildi aðeins minna bara á ferlið þar bakvið þessi bóluefni. Þetta rosalega langur listi, svakalega flottur listi. Við erum komið með mjög metnaðarfulla bólusetningaráætlun og það ástæða fyrir hverju einasta efni sem þarna. Við eigum að endurskoða, við höfum stundum fækkað skömmtum, það örugglega ráðrúm fyrir eitthvað meira slíkt, stundum þegar sjúkdómur er orðinn minna vandamál og þá kannski hægt að fara yfir í að bólusetja bara áhættuhópa og þá þarf að vera hægt að skilgreina þá. En á bak við hvert einasta bóluefni sem við notum rosalegt ferli. Það yfirleitt þannig að læknir eða einhver fjölskyldumeðlimur, einhver sem hefur farið illa út úr einhverjum sjúkdómi,
fær bara þá flug í höfuðið, ég ætla að gera eitthvað í þessu máli. Og fer í að rannsaka hvernig hægt að draga úr áhrifunum af þessu ömurlega hlut sem að ég hef annað hvort séð hjá sjúklingunum mínum eða einhverju fjölskyldunum minni hefur upplifað. Og þetta gerist yfirleitt í háskólum, stundum á rannsóknarsjúkrahúsum, en yfirleitt í tengslum við háskóla og ekki fyrir en að komið mun lengri í ferlinu sem að koma einhverjir lyfjaframleiðendur inn í. Þetta getur tekið mjög langan tíma og það yfirleitt ekki hægt að fara út í stærri rannsóknir og finna út eitthvað öryggi bóluefna nema það sé bara mjög augljóst strax í upphafi að það sé eitthvað að öryggi þess sem að hefur verið byrjað með, ekki þróað, því að þá þróunin yfirleitt ekki komið mjög langt. En það þarf að finna eitthvað bakhjarlaða framleiðanda sem tilbúin að kosta til að því að við vitum svo ekki hvort að þetta raunverulega gagnlegt. Þannig að þessi stóru klínísku rannsóknir eru yfirleitt ekki án aðkomu lyfjaframleiðanda. Það kemur samt fyrir að það einhver svona óhagnaðardrifin fyrirbæri sem að vinna á þróunni eins og Gates Foundation eða aðrir minni aðilar. Leyfisveitendur fylgjast yfirleitt ekki mjög náið með þessu ferli til að byrja með, en það var breytt með COVID-bóluefnin. Það ástæðan fyrir hvað þau fengu leyfi hratt að þeir voru með frá upphafi, en við gleymum líka stundum að það var verið að fylgjast með, það var verið að byggja á þróun bóluefna gegn SARS sem kom fram 2005. Þannig að fyrir 2020 var 15 ára saga af því að einhver var að reyna að gera eitthvað í málinu. Málið breyttist, en rannsóknirnar stóðu samt fyrir sínu. En þetta tekur mörg ár, marga mánuði í rannsóknum og þegar við erum að tala bóluefni þá eru yfirleitt, af því að þetta oft gefið í einum skammti eða 2 eða 3 skammtum yfir eitthvað tiltölulega stutt tímabil, að þá eftirfylgnin með allt öðrum hætti heldur en þegar verið að rannsaka lyf sem gefa á hverjum degi og það yfirleitt miklu stærri rannsóknir á bakvið hvert bóluefni sem fær markaðsleyfi heldur en háþrýstingslyf eða eitthvað þess háttar, af því að það þarf svo rosalega marga til þess að geta séð fágætar útkomur, en líka ef þetta eru sjúkdómar sem ekki bara grasserandi í samfélaginu, að þá þarf að safna upp nógu mörgum til þess að hafa nógu mörg atvik af sýkingunni ef það á að rannsaka þannig. Það ekki alltaf gert, stundum eru bara ónæmisfræðilegar rannsóknir á bakvið. En eftir því sem að fleiri nota bóluefnið, því hraðar fáum við upplýsingar hversu gagnlegt það og þá náttúrulega öryggi gagnvart sjúkdómnum sem það beinist gegn, en svo líka hvert öryggið að hverjum skammta bóluefni sem gefið. Þessi mynd frá lyfjaframleiðanda. Ég bara finn ekki betri útgáfu hjá EMA, en ég vildi bara benda á hvað ferlið á bakvið hvern einasta skammt eftir alla þessa þróun sem var á síðustu mynd, að þá þetta ferli sem er einasti skammtur af bóluefni fyrir gegnum. Og grænu merkingarnar eru eftirlit á vegum yfirvalda sem að hjá okkur Lyfjastofnun Evrópu. Þessir appelsínugulu eru svona innri kontról hjá framleiðendunum og þeir sjáu hvað það eru mörg skref. Þetta ferli tekur í minnsta lagi 6 mánuði sem eins og inflúensubóluefnin og mesta lagi 36 mánuði sem sum lifandi bóluefni. Og nefúðabóluefni gegn inflúensu til dæmis það bil 2 ári framleiðslu, hlaupabóluefni, annað lifandi bóluefni 18 til 24 mánuði framleiðslu. Þetta ekki hratt ferli. En ég vildi vekja sérstaklega athygli á einu skrefinu þar sem að hver einasti skammtur af hverju einasta bóluefni tekin upp, horft á hann af sérþjálfuðum starfsmanni og stuttum vöktum til að athuga hvort það í lagi og engar útfellingar og ekkert slíkt. Og þetta bara eitt af 11 skrefum í þessu ferli. Virkni bóluefna yfirleitt yfir 95% gegn alvarlegustu sjúkdómsmyndunum. Það ekki alveg algilt. Við erum mjög ánægð með miklu minna virk bóluefni gegn mjög algengum hárarbyrði sjúkdómum. Árleg inflúensu til dæmis hefur allt frá 30% upp í 80% virkni gegn staðfestri inflúensu og það fer rosalega mikið eftir í bæði hvaða stofnar
voru í spánni sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf út og hélt að yrðu mesta vandamálið og svo hvaða stofn er ráðandi. Því að meira segja þegar það er gott match að þá er til dæmis AH3N2 sem er svona einn af þessum árlegu stofnum sem við sjáum næstu því á hverju ári, það virðist bara vera eitthvað við það við bara fáum aldrei góða vörn gegn því. Sérstaklega ekki hjá öldruðum. RSV-forvörnirnar sem við ætlum að fara út í núna í vetur, þar er virknin svo góð að maður eiginlega trúir því varla, en læknar á spítölum í Bandaríkjunum þar sem þetta hafi verið mikið notað, sögðu bara spítalinn er bara tómur á tímanum sem var annatími og þá er ég að tala sérstaka barnaspítala. Þannig að það er allt frá því að vera bara, þetta minnkar dauðsföllin og yfir í að vera sjúkdómur í sérstakki lengur. Einu sjúkdómur sem getur sagt það eins sem komið er bólusótt. Mislingar virtust vera á þeirri leið og fræðilega séð ætti að vera hægt af því að mislingar eru bara mannasjúkdómur og við eigum að geta út undan honum, en hann er svo smitandi, það hafa verið svo mörg bakslið í bólusetningunum, það er mjög langt í það ef það verður nokkuð tíma. Mænusóttin er það sem við eigum aðeins meiri séns, en það er svona, hún er ekki í öðrum dýrum og hún er ekki með einhverja svona uppsprettur utan líkamanns, en það mun samt taka langan tíma að klára þetta síðasta skref. En bólusetningar hafa dregið hrikalega mikið úr mörgum sjúkdómum þó að það hafi ekki útrýmt þeim. Barnaveiki sést eiginlega ekki lengur á Íslandi. Hún var reyndar aldrei orðin almennilega landlæg en hún hefði orðið það ef að bólusetningar hefði ekki komið til. Kíghósti er ekkert vandamál með það sem var áður og þetta segi ég ári eftir stærsta kíghóstafaraldur síðan 1996. Það er bara ekki lengur vandamáli sem það var. Ekki eins hættulegt og það var. En það þýðir ekki að við getum hætt að bólusetja því að þetta er eitthvað sem er ennþá allt í kringum okkur og við verðum að viðhalda vörninni. En á heimsvísu eru alltaf mörg börn sem hafa ekki aðgang að bólusetningum. Og við teljum okkur verið nokkuð góðum málum hér á Íslandi. Við höfum svo sem ekkert rosalega góðar upplýsingar það því að við vitum bara ekki nógu mikið fólk sem er hér en er ekki hér og sést ekki í tölunum okkar. En flest börn sem hafa ekki aðgang að bólusetningum búa við eitthvað ótryggt ástand. Það er stríðsástand, það er hungursneyð, það eru einhverjar þvingunaraðgerðir í gangi, það eru samgönguvandamál, náttúruhamfarir, eitthvað sem eyðileggur eitthvað sem að neitar að gefa það sem var búið að lofa að gefa og þar svona til götum. En í fyrra voru 50 ár frá því að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf út svona grunninn að bólusetningar áætlun sem að öll lönd ættu að taka upp og þá reiknuðu þeir út að bólusetningar höfðu þá bjargað lífi á 10 sekúndna fresti þessi 50 ár. Þetta er alveg hrikalega háar tölur af mannslífum sem að bólusetningar hafa getað bjargað. Það er alltaf áhætta í því fólkinu að gefa lyf. Það er alveg sama hvaða lyf það er. Meira að segja vatn ef að maður drekkur of mikið af því getur verið hættulegt og súrefni getur verið hættulegt. En lang oftast er þetta mjög vægar aukaverkanir. Það er mjög algengt að börn fái hita eftir barnabólusetningar. Það er mjög algengt að verði aum í fótleggnum eða handleggnum. Það getur komið roði eða þroti. Þau eru oft pirruð eins og þeim líði ekki vel og þau geta fengið útbrot sem eru oft staðbundin en geta líka verið útbreytt. Alvarlegar aukaverkanir vitum við oft mjög lítið af því að þær eru svo sjaldgæfar að við fáum ekki góðar tölur þær. Sumstar þar sem er verið að bólusetja milljónir sér ekki safnað á þann hátt að við gætum fengið upplýsingarnar og hér á Íslandi erum við svo fá og við gerum svo lítið þó að við séum dugleg að gera það sem við getum að þá fáum við ekki tölur sem við getum notað. En ofnæmislost er alvarlegasta aukaverkunin sem við erum alltaf viðbúin að geta gerst. Við fylgjumst með þáttöku í almennu bólusetningu barna og erum yfirleitt mjög ánægð. Við erum nýbúin að gefa út skýrsluna fyrir 2024 en þar er kannski mesta áhyggjuefnið að 89% þáttaka í bólusetningu nr. 2 gegn mislingum er alls ekki nóg til að halda mislingum í skefjum hér á landi. Þannig ef þetta verður svona áfram að þá munum við fara að sjá meira af mislingum. Við bólusetjum alla þegar allir þurfa vörnina. En við bólusetjum ekki alla ef að
hættan fyrir meirihlutann er lítil eða engin. Þannig að við hættum að bólusetja gegn bakteríusjúkdómunum, heilahimnubólgunni við 5 ára aldur af því að þá er hættan á þessum sjúkdómum dottin niður í að vera of lítil til þess að það sé þess virði bæði fyrir sjúklinginn vegna öryggis við inngripið og líka bara kostnaðarins vegna. Þannig að þá förum við út í að bólusetja áhættuhópa og þá þarf að vera hægt að skilgreina þá á einhvern hátt. Oftast erum við að hugsa áhættuhópa sem í aukin hættu á sýkingunni. Það eru til dæmis ónæmisveldir, þeir eru bara í meiri hættu ef þeir fá sýkingar. En svo getur það líka verið að sýking geti valdið óhóflegu álagi á líkama sem að þolir ekki eins og börn með hjartasjúkdóma eða þess að þar. Svo forgangshópar eru svolítið annað. Það eru ekki einstaklingar sem eru sjálfur í aukinni hættu á alvarlegum veikindum, en þeir geta verið í aukinni hættu á útsetningu eins og heilbrigðisstarfsmenn sem vinna með hættulegar veirur, taka við sýnum og þess háttar eins og MPX-veirunni eða meningokokkum, það er mælt með bólusetningu þeirra vegna þess, og svo kíghústabólusetningar starfsmanna vökudeilda og inflúensubólusetningar heilbrigðisstarfsmanna almennt eru ætlaðar til þess að draga úr hættunni á að starfsmenninni beri þessa sjúkdóma í þess að viðkomu hópa sem þeir eru að sinna. Við vitum allt of lítið þáttöku í bólusetningum áhættuhópa og jafnvel forgangshópa líka. En við erum að reyna að gera betur hjá embætti landlæknis og það er í undirbúningi að skoða betur. En við vitum til dæmis að þátttaka í kíghóstabólusetningum á meðgöngu sem í rauninni fyrsta bólusetning barnsins er mjög góð hér á landi samanborið við mörg önnur lönd. Þannig að hún er í kringum 70% eins og við ætlumst til og ennþá betri ef að við svona hnikum aðeins til með tímamörkin. En þá ætlaði ég ekki að hafa fleiri orð þetta. Ég veit ekkert hvað tíman líður, þannig að ég bara hætti hér. Hvað segirðu? Jæja, flott. Takk fyrir þetta, Kamilla. Ég held að þetta veri alveg þörf áminning við umræðina sem hefur verið undanfarin ára og bólusetningar að fá svona aðeins áminningu það hvaða gagn þetta gerir. En við höldum áfram og næsta erindi fjallar vinnulag í ung- og smábarnavernd þegar áhyggjur vakna af einhverfu. Áslaug Heiða Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk. Hvað er þið? Jöp, það er bara akkurat svona. Já, komið sæl. Ég vona að heyrist almennilega í mig. Mér líkur frekar lágt rómur, þannig að sjá. Hvað segir þið? Já, kannski. Já, einhver finnst. Halló, halló. Ok. Ég ætla að fjalla hérna vinnulag í ung- og smábarnavernd þegar áhyggjur vakna af einhverfu. Rétt að bregða upp hérna mynd af svona fyrirkomulag yfirlit yfir skoðanirnar okkar í ung- og smábarnavernd. Í ung- og smábarnavernd þá erum við að fylgjast með barninu allt frá fæðingu. Það er að fara fram reglulega skoðanir samkvæmt ákveðnu skema og stundum bætum við líka við auka skoðunum ef þörf er á. Og það er hjúkrunarfræðingur í öllum skoðunum og í sumum skoðunum er einnig læknir. Og hérna á myndinni sjáum við þetta yfirlit og hægra megin er þetta gulmerkta, það eru hérna bólusetningarna sem til eru sumum skoðunum. Í ung- og smábarnaverndinni erum við líka alltaf að fylgjast með vexti og þroska og einnig fleiri atgöðum eins og bara almenni líðan barnsins og heilsufari. Og hérna er þetta yfirlit sem sýnir hvaða atriði eru sem við erum að skoða varðandi þroska og vissum aldurstigum. Og einnig erum við náttúrulega vakandi fyrir því hvað það er sem geti haft áhrif á eða truflað eðlilegan þroska eða vöxt, eins og tíð veikindi, erfiðleikar, tengdir næringu eða svefni eða aðbúnaði barnsins.
PETS spurningalisti þar sem að foreldrar geta lýst áhyggjum sínum varðandi þroska barnsins. Við leggjum hann fyrst fyrir við 12 mánaða skoðun, en það má sjálfur sér leggja hann fyrir hvenær sem ástæða þykir til. Við leggjum hann síðan fram við 18 mánaða skoðun, 2 hálfs árs skoðun og 4 ára skoðun. Hann ekki aldurstengdur og hann til á fjölda tungumála. Við erum að spyrja hann atriðin sem að sjást þarna hægra megin og það er að svara þarna með já eða nei eða svolitlar áhyggjur og einnig hægt að bæta við frá eigin brjósti hvað áhyggjurnar snúast. Þessi listi ekki þroskamat í sjálfur sér en hann kemur á framfæri áhyggjum foreldra og hann gefur okkur í ungbarnaverndinni innsýn í hvernig foreldri metur þroskastöðu barnsins. Þetta svona góður útgangspunktur í viðtali. 18 mánaða skoðunin, þetta dálítið mikilvæg skoðun og þetta eru viðmiðin sem við höfum á þessum aldri barnið byrjað að tala, þannig að það talsverður fókus á málþroska í þessari skoðun. Við 18 mánaða aldur eru flest börn farin að nota minnst að kosti 10 orð og auk þess eru þau að gera sér skiljanlega með bendingum, bæði til þess að tjá hvað þau vilja og eins til að sýna ef þau sjá eitthvað sem vekur áhuga þeirra. Þau ættu á þessum aldrei geta fylgt einföldum fyrirmælum eins og að sækja hlut, skoða bækur og eru mörg hver farin að benda á myndir ef maður biður það, þekkja nokkra líkamshluta. Hreyfilega séu eru flest börn farin að ganga fyrir 18 mánaða aldur, geta borðað með skeið og gafli, krótað á blað og kubba. Og við förum í svona hvað það er við á PETS spurningalistanum sem foreldrar merkja við þessa skoðun, þá er það oftast að ræða svolítið áhyggjur af máltjáningunni. Það þarf ekki að þýða að það séu erfiðleikar til staðar. Stundum eru áhyggjur af til dæmis óskýru tali sem að telst í rauninni alveg eðlilegt á þessum aldri. Stundum getur verið áhyggjur af að barnið ekki fara að tala eins mikið og eldra systkini gerðu á sama aldri. En við förum í rauninni vel yfir hvað eru eðlileg miðmið fyrir 18 mánaða aldur segi og oft kemur í ljós að barnið stenst jafnvel miðmið sem að vonandi léttir það áhyggjum á foreldrum. Og við erum líka almennt að tala í þessari skoðunum leiðir til að örva málþroskan og gefum ráðleggingar. Varðandi orð og forða, þá þarna þegar við segjum 6-10 orð, það er rauninni miðað við að séu að lágmarki komin að minnsta kosti 10 orð og ef barnið hefur aðeins 10 orð eða færri og ekki aðrar áhyggjur, þá var samt ástæðu til að fylgja því eftir, sjá hvernig málin þróast, annarkvort að fá barnið að auka skoðun eða jafnvel símtali að fylgja eftir hvernig málin standa. Og það þarf að vera vakandi fyrir atriðin sem gæti haft áhrif á eðlilega þróun málþroska. Við talum aðalega kannski tíðar eyrnabólgur og þrálátu vökvi í miðeyrum. Við vísum á heyrn- og talmeinastöð í heyrnarmælingu til að vera vísum að heyrnin sé í lagi og þar fyrir líka fram skoðun háls- og heyrnarlækna. Eins við líka að vísa á stofu til háls- og heyrnarlækna ef það er ljóst að eyrnavatni til staðar sem við þurfum bara að fá svona skoðun fljótt á. Ef það eru áhyggjur að tala um málskilningi en barnið tjái sig vel á annan hátt með bendingum og slíku, þá geti mögulega verið málþroska að ræða. En miðað við rannsóknir þá glímir 1 af hverjum 14 börnum eða það byrjir 7% börnum við einkenni málþroskaröskunar. Málþroskaröskun er alveg óháð greind en þessi börn þurfa góða aðstoð eftirfylgja leikskóla og oft aðkomu talmeinafræðinga. Ef að áhyggjur koma fram af atriðum tengdum bæði máli og málskilningi en einnig af annarri tjáningu, þá getum við verið að hugsa að einhverju sé að ræða. Og þá erum við að tala að barn sem að tjái sig ekki með bendingum og þetta er ekki að benda til að sýna, en það að benda til að sýna eitt af þessu kölluð svona lykilatriði sem fær mann að hugsa til einhverfu ef það er ekki til staðar. Og grunin getur styrkt enn frekar ef við sjáum viss einkenni við skoðunina, svo sem að barnið gefi lítið augnsamband, það er lítið að bregðast við nafninu sínu, fylgir ekki eftir bendingu þegar við bendum á hlut í fjarlægð, þetta er kallað að sameina athygli. Þetta prófum við gjarnan í skoðuninni ef við höfum tækifæri til. Ef barnið sýnir til dæmis leikfengum ekki áhuga er að leika með því óvenjulegan hátt eins og að raða þeim upp, eins og þarna myndin af drengnum þarna, það er svona leikurinn byggist bara á því að raða. Því að þessum aldrei myndum við annars búast við að við verðum líka farin að sjá svona hlutverkaleik, leika úr, svo þetta með strekk úr tómum bolla eða góða dúkku á borða og svona. Stundum geta sést við skoðun líka við sérkenni í hreyfingum eins og að snúa sér í hringi, blaka höndum.
Og svo eru einhver börn sem sein til í hreyfiþroska og eftir vill ekki farin að ganga þarna við 18 mánaða skoðunina. Skynjun er stundum óvenjuleg og getur til dæmis verið viðkvæmni fyrir hljóðum eða fyrir áferð á mat og þá getur verið erfiðleika við næringu og stundum er líka vandamál tengd svefni. Og hérna er ég að telja upp ýmsar vísbendingar sem að styrkja grun einhverfum. Við erum ekki að tala um að við sem að sjá alla þessa hluti í þessum skoðunum en svona við sjáum eitthvað af þessu þá svona styrkir það okkar grun. Og einhverfa er breytileiki taugaþroska sem kemur yfirleitt fram snemma í barnæsku, mismunandi eftir einstaklingum en sem koma fram í takmarkaðri færni í samskiptum og sérstakri skynjun, endurtekning í hegðun og afmörkuð áhugasviði gjarnan. Hún var áður talin sjaldgæf en nýrri rannsóknir sýna að hún er margfalt algengari en við héldum áður og ef allir með hamlandi einkenni einhverju talið þá fyrir algengi líklegast yfir 2%. Drengir eru líklegir til að greinast einhverfir en stúlkur greinast seinna á lífsleiðinni. Og erfðir eru sterkir orsakaþáttur. Fyrstu áhyggjur, frávik í samskiptum eru oft komin strax á síðari hluta fyrsta aldursárs. Slök augtengsl, svara ekki brosi, takmark með gagnkvæmni í samskiptum. Það voru stundum að barnið sé svona á sínum forsendum, það svona stýrir samskiptunum. Getur verið erfiðleika með að færa athygli frá einu til annars í nýjum aðstæðum og einnig seinkun á babli og frávik í málskilningi og hreyfiþroska. Og það er algengasta fyrstu áhyggjur á þroska barnsins með einhverju vakni hjá foreldrunum þó að þau gerir sér ekki endilega grein fyrir eðli vandans en grunur að einhverju sé að ræða vaknar oftast hjá sérfræðingum og það er alltaf þriðjungur foreldra sem er með áhyggjur strax á fyrsta aldursári og sem beinast þá oftast að málþroska og næst oftast það félagsþroski. Og af hverju er svona mikilvægt að greina einhverju snemma? Fyrir barnið þá það sannað að snemmtæk íhlutun og markviss þjálfun hefur áhrif á þroskaframvindu, getur haft mikla þýðingu fyrir framtíðarhorfur barnsins og eykur sjálfstæði og lífsgæði. Fyrir foreldrunum dregur það úr áhyggjum og streitu sem fylgir óvissum að vita hvað það er sem háir barninu. Opnar á viðeigandi fræðslu, stuðning og þjónustu fyrir fjölskylduna svo sem að læra áhrifaríkar leiðir í samskiptum við barnið og getur greitt leið fyrir orsakagreiningu, þá til dæmis að tala jafnvel genarannsóknir. Og þú varst nefnt að íhlutun kosti meira í byrjun, þá er ljóst að það sparnaði því að til lengri tími litið af því að við fáum sjálfstæðir og sterkari einstaklinga. Við höfum ákveðið vinnulag í ung- og smábarnaverndinni þegar áhyggjur vakna við einhverfu við 18 mánaða skoðun og við getum endið fyllt þessu vinnulagi ef áhyggjurnar vakna fyrr. Í efri hlutanum þarna sem aðeins búin að draga til hliðar, þar er talið upp það sem við erum að skoða og það einnig nefnt það sem við kallum rauð flögg varðandi einhverfu. Ég ætla ekki að fara alveg sérstaklega í það en þið sjáu það þarna uppi. En það fyrsta sem við gerum, ef við sjáum vísbendingar einhverfu, þá byrjum við á að ræða það við foreldra þessar áhyggjur, hvað það sem við sjáum og næstu skref. Og þarna það þessi PETS-listi sem ég talaði með áðan sem hjálpar okkur að vita hvar foreldrar standa. Stundum hafa foreldrar haft áhyggjur og jafnvel vissan grun í einhver tíma, til dæmis einhverfa þekkt í fjölskyldunni, en ef foreldrar hafa ekki haft neinar áhyggjur þá þarf að nálgast málið mikilli varfærni, gefa sér góðan tíma, útskýra einkenni einhverfu og hvað það sem við sjáum sem gæti bent til þess og oft það ástæða til að taka þetta ferli í skrefum, gefa jafnvel tíma fljótlega að ræða málin aftur betra í betra tómi, foreldrar fá aðeins að melta þetta hvað við erum að ræðum. Eftir þetta samtal við foreldra þá leggjum við fyrir MChat skimlista fyrir einhverju. Þetta listi sem miðað við 18 til 30 manna aldur, hann til á fjölmörgum tungumálum og ýmist fylla foreldran út sjálfur eða við förum yfir hann með foreldrum. Þarna spurningarnir þetta eru já og nei spurningar en
það getur stundum verið erfitt að sjá hvoru megin það jafnvel hreinlega erfitt að svara og þá miðum við hvort að svari sé svona meira já eða meira nei. Og atriði á þessum listum það meira, á skimlistanum meðal annars atriði sem að vöktu grun okkar einhverjuna. Það til dæmis verið að spyrja hvort að barnið bendi, hvort að bregðist við nafni. Þannig að í rauninni þegar við erum að leggja hennan lista fyrir þá vitum við ofta að það eru einhver atriði þarna sem eru positív. Og útkoma þarna, ef það eru skorið 3 atriði eða fleira á þessum skimlista, þá eru vísbendingar einhverfu og ástæða til að barnið verið skoðað nánar með tilliti til þess. Niðurstaða 3 til 7 atriði, þá fer fram svokallað eftirfylgdarviðtals hjá sálfræðingi og heilsugæslustöð. Niðurstaða 8 atriði og fleiri, þá mjög skýrar vísbendingar og það ekki þörf á þessu eftirfylgdarviðtali og við getum vísað beint á ráðgjafar og greiningarstöð. Ráðgjafar og greiningarstöð. Hlutverki ráðgjafar og greiningarstöðar að tryggja að börn með alvarlega skerðingu í þroska fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem bæta lífsgæði þeirra. Þarna sýni ég aðeins bara innlega forsíðu á heimasíðu ráðgjafar og greiningarstöðar og þar að finna heilmikið fræðsluefni, góðar upplýsingar bæði fyrir foreldra og fagfólk og einnig eru þar boðið námskeið. Þannig að við vísum foreldrum á þessa heimasíðu og svona lesa góðar upplýsingar. Og áfram með þetta ferli að það send tilvísun á ráðgjafar og greiningarstöð og óska eftir nánari athugun og ráðgjöf. Við sendum alltaf líka tilvísun í heyrnarmælingu til að útiloka heyrnarskerðingu. Það mikilvægt að sérfræðiþjónusta leikskóla sé upplýst og mjög æskilegt að ungbarnaverndin og leikskólaþjónustan komi á góðri samvinnu sín á milli. Við reynum að gera það ef mögulegt Það mælt með forgangi í leikskóla ef barnið ekki þegar komið í leikskóla og það vegna þess að vinnan með barnið fer miklu lítið fram í leikskólanum í góðri samvinnu við foreldra og með ráðgjöf frá ráðgjafar og greiningarstöð. Og að 1,5 til 2 árin liðnum fer síðan fram endanleg greining á ráðgjafar og greiningarstöð. Þessi tími telst ekki vera biðtími því á þessum tíma verið að vinna markvisst með barnið og veita því stuðning. Og í samantíkt á tilvísun sem hafa borist til ráðgjafar og greiningarstöðvar eftir að við byrjuðum með þetta vinnulag, þá hefur í langflestum tilfellum hafa börnin fengið einhverju greiningu eða verið að ræða önnur alvarleg frávik í þroska sem að kröfðust þjónustu frá ráðgjafar og greiningarstöð. Eftirfylgd í ungu smábarnavernd líka mikilvæg. Við fylgjum þessum börnum eftir, við fylgjumst með framförum og að barnið og fjölskyldan fái örugglega þá aðstoð og þjónustu sem við þurfa. Og svo bara svona samantekt. Þroskamat gert í öllum skoðunum í ungu smábarnavernd og því fyrir sem barn greinist og fær viðandi íhlutun því betri eru framtíðarhorfur. Fylgja það málinu eftir, veita foreldrum viðeigandi ráðgjöf og stuðning. Samvinna heilsugæslu, foreldra, leikskóla og annarra fagaðila mjög mikilvæg. Ef grunur vaknar einhverju við 18 mánaða skoðun getum við vísað beint á ráðgjafar og greiningarstöð og það flýtir fyrir að barnið og fjölskylda þess fái viðeigandi stuðning og þjónustu. Síðast en ekki síst mikilvægt að hlusta á foreldra og taka mark á áhyggjum þeirra. Takk fyrir þetta, Áslaug. Mjög spennandi verkefni sem hefur verið að gera þarna og verður fróðlegt að sjá hvernig framvindan á því verður til framtíðar. En nú ætlum við að færa okkur norður á bóginn og þá það hann Bergþór Steinn Jónsson sem bráðalæknir við Sjúkrahúsið á Akureyri sem ætlar að tala áskoranir við mat og meðferð á bráðum veikindum og áverkum hjá börnum. Gjörðu svo vel, Bergþór. Takk fyrir. Ég byrja bara að tala, nota tíma vel. Í Bandaríkjunum þar sem ég var í sérnámi í bráðalækningum,
þar stendur bráðalæknum til boða að fara í sérnám í alls konar undir sérgreinum bráðalækninga, oft sameiginlegt með öðrum sérgreinum. Og mér fannst ég náttúrulega búin að vera allt og stutt í námi, þannig að ég vildi halda áfram eftir bráðalækningarnar og var að velta fyrir mér hvaða undir sérgrein ég ætti að velja að fara í og hugsaði vel og lengi og ákvað svo að velja það sem að mér fyndist erfiðast en líka mikilvægast að reyna að bæta færnina. Og ég ákvað að velja barnabráðalækningar. Sumir hugsa kannski að það sem að erfiðast við að vera bráðalæknir hljóti að vera stýra endurlífgun eða fá til sín einhvern sjúkling með alvarlegan skotáverka eða eitthvað slíkt. En ég ætla að reyna að sýna fram á að það sé ekki síður erfitt að bara skoða börn sem eru með hita eða uppköst eða eitthvað svoleiðis. Reyna að færa rök fyrir því að það sé eitthvað sem að reyni vel á færni okkar. Og ég ætla að fara í 10 atriði, svona 10 áskoranir sem felast í því að skoða, greina og meðhöndla börn með bráðasjúkdóma eða áverka. Fyrsta sem ég ætla að nefna, ég ætla að byrja á svona dökku hliðinni og því sem er leiðilegt að tala um og sorglegt og enda svo meira á svona hjartnæmum nótum vonandi. En fyrsta sem ég ætla að nefna, fyrsta áskorunin er það að börn eru hópur sem eru í viðkvæmri stöðu og þetta er búið að nefna, María nefndi þetta hérna í opnunarerindinu og aðrir hafa nefnt þetta, að börn eru háð fullorðnum og því miður kemur það fyrir að börn verða fyrir ýmiss konar vanrækslu eða jafnvel ofbeldi. Og það er ótrúlega mikilvægt, sem betur fyrir að vera mjög sjaldgæft, en ótrúlega mikilvægt að við sem heilbrigðisstarfsfólk séum stöðugt á tánum og veltum fyrir okkur í hvert skipti sem við sáum barn með beinbrot eða eitthvað slíkt, gæti verið að þetta hafi orsakast af ofbeldi og höfum þetta á bakvið eyrað. Vandamálið er það að börn eru alltaf að slasa sig og það er bara merki heilbrigði. Hérna sjáu þið barn sem er með, það sést kannski ekkert rosalega vel á þessum myndum, en það er hérna marblettur á olnboganum og hruflsár og svo fullt af marblettum á hnjánum og fótleggjanum. Og þetta er bara dæmi það, þú veist, þetta er dóttir mín á þessari mynd og ég var svo ánægður þegar ég sá þetta þýðir það að hún er búin að vera rosa dugleg að vera út að leika sér. Það er frábært. Annar kostur við að velja sem sagt barna sem svona sérgrein er það að maður getur troðið að fullt af krúttlegum myndum á börnunum sínum og ég mun gera það alveg miskunnarlaust í þessum fyrirlestri. En þannig að það er bara, marblettir geta bara verið merki heilbrigði, en ef við sjáum marblett kannski hjá barni sem er 3 mánaða, þá getur það verið mjög óeðlilegt. Að börn sem eru ekki farin að standa upp með að labba, þau eiga ekki að vera með marbletti. Og jafnvel bara það að sjá einn marblett við skoðun getur þýtt það að við ættum að fara út í heilmikla rannsóknir á þessu barni og leggja það inn og fara til tilkynninga til barnaverndar og slíkt. En stundum er eitthvað annað en ofbeldi á bakvið. Ég man til dæmis eftir tilfelli sem að ég fekk úti í Bandaríkjunum á bráðamóttökunni þar sem að foreldrar komu inn með barn og sögðu ég held að barnfóstran sé búin að vera að beita ofbeldi. Við sóttum barnið og núna er bara allt í einhverju marbletti og það var rosa stóru svona marbletti á bakinu og þetta var mjög skrítið. Og við fórum út í heilmiklu uppvinnslu og komumst að því að blóðflöðurnar voru bara allt of lágar og við þurftum ekki að senda neina barnaverndartilkynningu, heldur þurftum að vísa barninu á blóðlækni í meðferð við skorti á blóðflöðum. Þannig að það er mikilvægt að skoða svona tilfelli mjög vel. Áskorun númer 2 segir sér svolítið sjálft og það er hræðsla. Að þegar við hugsum heilbrigðisstarfsfólk og sérstaklega kannski heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur á barnadeildum og eitthvað svoleiðis, þá sjáum við fyrir okkur rosalega svona góðlegt fólk og hugsum vá hvað þetta er æðislegt fólk að velja að hjálpa börnum en þegar börnin þau sjá okkur ekki svona. Þau sjá okkur bara sem einhver skrímsli í hvítum sloppum sem að ætla bara að taka þau burtu frá foreldrunum sínum og meiða þau og vera vond og þau eru bara skítrædd við okkur. Það eru alls konar lausnir sem við getum reynt til þess að fá lið með okkur. Við getum reynt bara að blása sápukúlur eða veif einhverjum blikkandi ljósum eða leika við þau. En stundum þá bara er það vonlaust og þau bara ætla ekki að vera vinir okkar. En þetta er ein áskorun sem við stöndum frammi fyrir. Önnur áskorun, eins og búið að nefna líka fyrir í dag, er það að börn kunna ekki að tala fyrir en kunna kannski 10 orðið 18 mánaða aldur og það ekki sem var nefnt hérna núna í síðasta fyrirlestri. Og í raun og veru geta ekkert farið að lýsa fyrir okkur einkennum að neinu viti fyrir en þau eru kannski komin á grunnskóla aldur. Og þá þurfum við að reyna að nota aðrar aðferðir til að átta okkur á hvað er í gangi. Þannig að þegar við erum að skoða þau, kannski að þreifa kviðin, hvort þau séu með eymsli, þá þurfum við að reyna að dreifa huganum þeirra, fá þau til að hugsa eitthvað annað og lesa svona meir í svipbriðin, virðast þau finna til því þrýstið að ná. Eitt sem ég finnst rosa gagnlegt að gera, bara eiginlega með öll börn sama hvers vegna þau koma á bráðamóttökuna, svona aðeins stærri börn allavega, að
það sem kallar á ensku jump test, að reyna að fá krakkan til þess að hoppa með mér, fara í keppni, kvikindi og hoppa hærra og bara vera svona einhvern veginn, hoppa sem er hæst og mest, að því það segir mér ef barnið hoppar upp og niður og virðist bara ekki finna til við það, þá er það mjög ólíklegt að það sé með heilahimnubólgu. Það er mjög ólíklegt að það sé með botnlangabólgu. Það er mjög ólíklegt að það sé með óstabílt hálsbrot eða alvarlegar innvortisblæðingar. Þetta útilokar svona flest allt alvarlegt, þetta jump test, þannig að það er eitthvað sem við getum haft í huga. Önnur áskorun með börn er það að þau eru svo rosalega oft veik. Þau viti það sem að börn sem byrja á leikskóla, þau eru bara veik í hverja einustu viku og þá er ofta ástæða til að fara með þau til læknis og við sjáum rosalega mikið af börnum sem eru veik en rosalega fá þeirra eru alvarlega lífshættulega veik og við erum alltaf að leita að nál í heystakki þegar við reynum að grisja út þessi börn sem eru alvarlega veik og þurfa nánari rannsóknir og þurfa einhverja innlögn á spítala og einhverja meðferð og það er ótrúlega erfitt af því að öll börn sem eru veik, þau líta út fyrir að vera alvarlega veik. Þetta er sonur minn þegar hann var eitthvað lasinn og ég ætlaði að reyna að fá hann til að borða og setja hann í barnastól og hann gæti ekki lyft upp handleggjónum, hann var svo rosalega lasinn. Mér leist ekkert á hann, svo gaf ég honum hitalækkandi og eftir 20 mínútur þá var hann bara farin að hlaupum og orðinn bara eldhress. Þannig að þetta er mjög erfitt að átta sig á því hvenar er alvarlegt veikindi í gangi og bólusetningarnar, þær hafa ekki gert þetta auðveldara fyrir okkur því þær hafa minnkað svo rosalega tíðni á alvarlegum veikindum en við verðum samt að vera á tánum því að það eru ennþá til einhverjir alvarlegir sjúkdómar og alvarlegir áverkar sem við megum alls ekki missa af. Annað sem ég vildi nefna, það er það að eðlileg börn gera oft stórfurðulega hluti. Þarna var ég að reyna að skipta bleiu á syni mínum og hann ákvað að hlaupa í burtu að hann fengi nýja bleiu og klæða sig í kuldaskóna hjá systur sinni öfugt, þannig að tærnar snúa aftur á bak og reyna bara að stinga af og fara út þannig. Og þetta er það sem börn gera, þau gera stórfurðulega hluti og sumt sem að maður hefði haldið að væri ekki eðlilegt getur verið alveg eðlilegt. Eitt sem þar að nefna er að lífsmörk. Það er eðlilegt fyrir börn að vera með mjög hraðan hjartslátt og hraðaöndun, miklu hraðar en það sem maður myndi telja fyrir fullorðna. En á einhverju tímapunkti er það samt orðið ofhröðöndun fyrir barn. Ef barnið farið að anda 100 sinnum á mínútu, þá er það ekki eðlilegt. Þannig að maður þarf að svona erfitt oft að finna hvar eru mörkin. Annað sem er að, þið vitið kannski sem hafa verið foreldrar, að foreldrar eru alveg mjög uppteknir á hægðum hjá börnum. Alltaf að pæli hvað börnin kúka mikið og lítið að það sé eitthvað skrýtnar og það getur verið bara eðlilegt að barn kúki 1 sinni í viku og það kúki 7 sinnum á dag og það getur bara verið algjörlega eðlilegt. Þannig að það getur verið mjög erfitt en svo er það stundum merki einhvern alvarlegan undirliggjandi sjúkdóm þegar það eru breyting á hæðunum. Þannig að þetta getur verið mjög erfitt að átta sig á. Annað sem er að öll börn, eða allir nýburar, eru með eitthvað svona sem við köllum fysiológist bakflæði. Það er að segja að magaopið er bara vanþroska og þegar þau eru búin að belgja sig út af mjólk þá kemur eitthvað af mjólkinu upp aftur og það er bara algjörlega eðlilegt. Þannig að öll börn eru með einhver svona sem að gæti skilgreint sem uppköst. En leið og við sjáum gallitu uppköst hjá unga barni, þá fara viðvörunarljósin að kvikna hjá okkur og það er snúningur á meltingavegi með blóðþurrð í meltingaveginu sem maður þarf að laga með skurðaðgerð þar til annars annast. Þannig að maður þarf að vera viss svona hvað getur verið eðlilegt og hvenær þurfum við að bregðast við. Og það er alls ekkit einfalt. Annað sem er áskorun hjá börnum er það að við erum rosalega fókusari á sýkingar, allir þetta sé einhver alvarleg sýking eða eitthvað, en það er ýmislegt annað sem getur komið til greina og það er fullt af sjúkdómum sem við sjáum eiginlega bara í börnum sem við sjáum ekkert í fullorðnum og heilbrigðisstarfsfólk sem er kannski mest að sinna fullorðnum getur verið erfitt að muna og hafa þessa sjúkdóma ofarlega í huga þegar við erum að sjá börn. Og svo er það, þannig ég talaði um áðan að bólusetningar eru búin að gera þetta erfitt fyrir okkur en annað sem gerir svolítið erfitt fyrir okkur er það að núna erum við að skema fyrir fullt á svona meðfættum efnaskiptagöllum. Það tekið blóðdropi úr hælinum og skema fyrir efnaskiptasjúkdómum en ekki öllum sjúkdómum. Hérna sjáu þið kort yfir bara öll efnaskipti mannslíkamans. Þetta er fullt af ensímum og það getur verið gallar í eiginlega hverju einasta ensími þarna og einkennin þegar er einhver svona undirliggjandi efnaskiptagalli sem er kannski ekki greindur eða mögulega er niðurstaðan ekki komin úr skimprófinu að þá er oft bara þau nærast illa, þau eru slöpp, þau geta verið með hita eða köld, kast upp, þetta eru svona ósértæka einkenni. Og hvernig á ég að vita, já þetta er örugglega þetta ensím sem er eitthvað galli, þannig að þá þurfum við bara
bregðast við mun að hafa í huga, já, gæti þetta verið efnaskiptagalli og þá pöntum við ákveðna blóðprufur og setjum oft bara, stoppum alla inntöku nema bara glúkósa í æð meðan við fáum nánari greiningu. En þetta sem betur fyrir ótrúlega sjaldgæft en mikilvægt að hafa í huga. Annað eru svona meðfæddir gallar, til dæmis meðfæddur hjartagalli. Nú fara eiginlega allar konur, þungaðar konur í ómskoðun þar sem leitað alls konar meðfæddum göllum, en stundum missum við af alvarlegum göllum. Og við þurfum að hafa það í huga þegar barn að anda eitthvað skringilega eða nærist illa eða eitthvað geti verið undirliggjandi hjartagalli kannski eitthvað svoleiðis sem við þurfum að greina og bregðast við. Þannig að mjög margt svona sem þarf að hafa í huga og mismunagreining yfir eins og við fáum fullorðinn með blóð í hægðum eða blæðingu frá meltingarvegi og svo barn 1 árs með blæðingu frá meltingarvegi, þá eru alveg gjörólíkar orsakir sem við þurfum að hafa í huga. 7. áskorun að þau eru lítil. Við erum búin að nefna að þau eru ekki litli fullorðnir en þau eru lítil. Eitt af því sem í sérnáminu mínu þá róteraði ég á svona nýburagjörgæslu, fannst það ótrúlega áhugavert og lærdómsríkt og ákvaða að biðja að fá að koma aftur á svona valtímabil og fékk þá meðal annars að fara með svona nýburaflutningsteymi eins og Hrólfur allar að fræða okkur hérna á eftir og Björk hefur líka verið í svoleiðis teymi og þegar ég mætti á gjörgæsluna þá voru þar nýbúnir að fæðast, ég var ótrúlega fúll að missa því. 5 burar við 23 vikur og þessi Bilal heitir hann var minnstur þeirra alla, 228 grömm og næst minnsta barn í heiminum og minnsta í Bandaríkjunum sem hefur lifað af. Og það var alveg ótrúlegt, starfsfólki var alveg bara fannst magnaði væru ennþá öll á lífi þegar ég kom þarna og þau voru ennþá öll á lífi þegar ég fór. Og svo fór ég að googla bara nú daginn og þá fann ég frétt á Children's heimasíðunni að þau voru öll ennþá á lífi og öll komin heim á sjúkrahúsi og það var ótrúlega ólíklegt eitthvað en það væri að fara að gerast. En börnin sem við erum flesta meðhöndla sem vinnum ekki á nýburagjörgæslum eru töluvert stærri en þetta en þau eru samt mjög lítil, miklu minni en fullorðnir. Og það gerir að verkum að margt handtök verða oft öðruvísi, við erum að nota annan búnað en maður vanur með fullorðna og margt verður erfiðara. Til dæmis bara finnst mér mjög erfitt að sjá hljóðhimnu almennilega og greina eyrnabólgu í börnum innan við svona 5-6 mánaða aldur. Þetta eru ótrúlega þröngir eyrnagangar og fullir af eyrnamerg og bara mjög erfitt að sjá. Annað sem erfitt að æðarnar eru litlar og sérstaklega svona þessi chubby börn sem eru pínlítið svona eins og Michelin maðurinn að svona áður en þau fara að hreyfa sig mikið að þá er oft djúpt á þessum æðum og mjög erfitt að fá æðagengi. Annað sem erfitt sem Sigurður þekkir örugglega vel sem svæfingu- og gjörgæslulæknir að barkinn er mjög stuttur. Hann er kannski í nýbura bara, eða í ungabarni bara 4 cm, þannig að maður er búinn að setja slöngu niður í barkann og öndunavél, þannig leið og kannski kemur eitthvað pínlítið tog á slönguna eða þú hreyfir aðeins höfuðið, þá er hann bara dottin út eða komin alveg niður í annað lunga og maður lendir í vandræðum. Þannig að það er alls konar svona sem maður verður erfiðara þegar maður er með lítinn líkama sem maður er að fást við. Önnur áskorun lyfjaútreikningar. Hjá fullorðnum, ef fullorðinn kemur með hita og ég ætla að gefa hann paracetamol þá gef ég bara alltaf 1 gram. Skiptir engu máli hvort ég sé með Hafþór Júlíus sem er eitthvað 170 kíló eða eitthvað eða ömmugömlu sem er 50 kíló, þau fá bara 1 gram af paracetamol. Þegar ég er með barn þá þarf ég að gefa eitthvað ákveðið mörg milligram á kíló og oft er þetta gefið upp milligram á kíló og sólarhring skipt í 3-4 skammta og svo ertu með einhverja mixtúru sem er svona mörg milligram á millilítur og ég þarf að finna út hvað ég á að gefa marga millilítra á kíló. Sjálfsög getur tæknin hjálpað okkur mikið og svona gervigreind og svoleiðis í þessu en þetta er oft flókið og mikil hætta á mistökum eins og við munum örugglega heyrum seinna í dag. Önnur áskorun eru unglingar og þarna sjáum við mynd af ónefndum ungling frá ónefndum menntaskóla norður í landi að fagna útskriftaferð og unglingar eru bara oft mikil áskorun að fást við sem heilbrigðisstarfsmaður og það er af ýmsum orsökum. Til dæmis eru þegar við sem eru, eða kannski heilbrigðisstarfsmenn sem eru að fást við börn, þurfa að fara að fást við unglinga, að þá koma alls konar svona sem við hugsum meira sem fullorðinsvandamál, eins og bara þungun og neysla áfengis og vímuefna, kynsjúkdómar og svo framvegis. Til dæmis þegar maður er með lítið barn sem fær flog, 4 ára barn sem fær flog, þá er það bara vegna flogaveiki eða flogavirkni í heilanum. En leið að maður fær ungling sem fær flog þá geti það verið á svona starfrænum orsökum og miklu erfiðara að greina á milli og átta sig á hvað er í gangi.
Þannig að úlingum fylgja áskoranir og svo annað að það að úlingar eru ennþá á forræði foreldra sinna en svo hafa þeir samt einhvern lagalegan rétt á því að leita sér heilbrigðisþjónustu án aðkomu eða vitundar foreldra sinna og því fylgja náttúrulega mjög miklar áskoranir fyrir okkur. Að lokum þá ætla ég nefna foreldra að okkur finnst sem vinnum með börn ótrúlega gaman að vinna með börnum en stundum mikil áskorun að fá góða samvinnu við foreldra. Og það getur verið bara mjög erfitt stundum, við erum ekkert alltaf sammála því sem foreldrarnir vilja eða stundum fær maður til sín foreldra sem eru rosalega svona íkja og eru rosalega mikið að gera úr því hvað barnið að segja rosalega veikt og segja bara já, bara drekkur ekki neitt og hefur ekki pissað neitt og þá segir maður já, ok, heyrðu, við ættum held ég að setja æðalegg og gefa barninu vökva í æð eða bara ekkert pissa. Nei, það nauðsynlegt? Ég meina, það, þú veist, og þá finnst þau kannski ekki ástæði til þess að gera það sem við viljum gera. Þetta getur verið erfitt og við þurfum ofta að útskýra og fá svona góða samvinnu við foreldra. En ég vil líka segja það að þegar við erum með fullorðna einstaklinga og kannski sérstaklega gamalt fólk, þá oft erfitt að þau koma til okkar með einhvern slappleika og við finnum út hvað að þeim eða ekki og finnum kannski enga sérstaka ástæðu til að leggja þau inn á spítala til að fá einhver sérhæða meðferð en okkur finnst kannski erfitt að senda þau heima því þau búa ein og það enginn að fara að tékka á þeim og enginn að fara að hugsa hvernig þeim líður og sinna þeim almennilega og þá eru stundum að leggja þau inn á sjúkrahús bara til þess en hjá börnum þá koma þau eiginlega alltaf með æðislegum foreldrum sem að elska börnin sín meir en allt og vilja allt fyrir þau gera, fara með þau heim og vaka yfir þeim allan sólarhringinn og sinna þeim frábærlega. Þess vegna svo gaman að sinna börnum og sjá hvað samskipti þeirra og foreldrana oft frábær. Og til að enda þetta á væmnunótunum þá ætla ég að vitna í Bang Simon sem sagði sometimes the smallest things take up the most room in your heart. Takk kærlega fyrir. Og takk fyrir þetta stillaga erindi og ég held að þú var nú alveg hitt í mark með nánast öllu þessu því að ég satt við hliðina á barnalækni sem gerði bara svona allan tíma sko. Þannig að ég held að þetta hefur verið vel. En næsti liður það hann Hrólfur Brynjarsson sem nýburalæknir á Landspítalanum, vökudeildinni sem ætlar að fjalla flutningsteymið, kannski eitthvað sem ekki mjög margir vita en ég kannast vel við það frá veru minni á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Gjörðu svo vel. Takk fyrir að Sigurður og meðan við erum að hlaða fyrirlestrinu sem var á formatti sem ekki skilaði sér í tölvupósti en við erum með hérna á pinna. Hann kominn? Já. Ég nota tækifærið og kynna líka Guðrúnu Stefánsdóttur, nýburahjúkrunarfræðingi sem líka meðlimur í flutningsteyminu en við ætlum bæði að halda þetta erindi og takk fyrir segwayið til okkar í fyrirlestrinu þínum áðan. Fyrsta glæran komin, já. Ég ætla að byrja á því að aðeins að nefna kannski það sem við ætlum að tala og það náttúrulega að tala tilvist þessa teymi sem kannski ekki allir vita af annars vegar og hins vegar hvernig við vinnum og svona hvert umfangið og hvernig við vinnum og allt náttúrulega til að auka öryggi sjúklinga. Og bara það við séum til held ég auki strax öryggi sjúklinga því að náttúrulega börnin fæðast ekki bara hérna í Reykjavík og fæðast ekki bara á stöðum þar sem að nýburagjörgæsla til staðar. Við náttúrulega sinnum ekki bara fyrirburum, við sinnum líka veikum fullburum. Örstutt líka að þessi mynd ekki valin á handahófi því þetta megin flutningsleiðirnar okkar. Ein af þessum myndum mun mögulega skiptast út á komandi árum og það mun verða ljóst í fyrirlestrum hvaða af þessum myndum það mögulega Nú, umfang flutningsteymisins í stórum dráttum tveir þættir. Það eru bráðiflutningar innanlands á börnum sem fæðast og eru óvænt veik á öðrum stöðum heldur en nálægt vökudeildinni hérna. Og hins vegar eru það krakkar með meðfædda galla og þá langoftast hjartagalla
sem fæðast hérna á Íslandi, við vitum af þeim oftast áður en þeim fæðast, við stabiliserum þau og flytjum þau síðan í gjörgæsluflugi til fljúgum til Kaupmannahafnar og þar sem þeim ekki til lundar í aðgerð. Förum betur yfir það hérna á eftir. Nú, þetta eru þeir staðir þar sem að börn fæðast ekki hafa ómiklar áhyggjur á punktinum á Arnarvatnsheiði. Hann fulltrúi annarra fæðinga sem kemur í ljós á næstu mynd. En börn náttúrulega fæðast út allt á Íslandi og þetta eru þeir staðir þar sem eru fyrirhugaðar fæðingar. Síðan náttúrulega fæðast börn annars staðar óvart náttúrulega líka. Og þetta gefur aðeins mynd, þetta er held ég 30 ára gamlar tölur, þannig að bara til að sýna svona fjölda. Og Akureyri náttúrulega barnalæknar og sem að sinna miklu það líka, en þetta náttúrulega ekki barnagjörgæsla, þannig að það kemur alveg fyrir að við þurfum að sækja þangað líka. Nú, varðandi bráða innanlandsflutninga. Já, þá skiptast þeir eiginlega svona 2 hluta við að fyrir annarkvort þá með sjúkravél eða í flugi, stundum með þyrlunni ef að vélin er ekki til taks eða ekki hægt að fljúga henni, eða þá við förum með sjúkrabíl. Þetta er flutningskassin okkar sem er svona lítil gjörgæsludeild á hjólum. Hún vegur fyrir utan börnar, þá vegur hún 150 kíló. Við erum sem betur fyrir ekki með mjög þunga sjúklinga, þannig að það bætist ekki mikið í þó að við bætum sjúklingi í. En að koma þessu ferlíki á milli staða getur reynst þrautinni þyngra stundum og þetta er svona hjartað í okkar flutningum. Þegar eftir að sjá fleiri myndir af þessum kassa. Við erum með hérna eitt dæmi, eitt tilfelli sem við Hrólfur fórum í fyrir nokkrum árum. Sem að leyfa ykkur að horfa á, sem við fórum í sjúkrabíl í nágranna sveitarfélag. Ég geti giskað hvaða dæmi þetta er. Hvað er í gangi hérna? Þetta fengum við tilkynningu barn sem var hraðan hjartslátt. Þetta var eins og hún segir hérna í nágranna sveitarfélagi. Við 2 vorum á vaktinni og þau hreinlega gátu ekki talið hjartsláttartafir og þetta var barn sem var með súprunarstöðutakferli sem er nú ekki oft að þau fæðist með sem í flestum tilfellum nær að skilja. Það er rosalega misjafnt svona hvað við búum náttúrulega litlu landi þar sem tilfellin koma ekki alltaf eftir pöntunum og það eru mismörg tilfelli á ári eða mismargir flutningar á ári og ég tók saman svona síðustu tölur, þetta er þá innanlandsflutningarnir okkar sem eru þá þarna 14, 9, 11, 6 og í ár erum við komin upp í 14 og það er ennþá bara september þannig að við erum á góðu æfingaári. Nú, hinn stóra kategórían okkar eru hjartabörn til lundar. Ísland er ekki nógu stórt land og ekki nógu fjölmennt land til þess að vera með bólmagn til þess að vera með bæði hjartaskurðlækna og þá gjörgæslu sem þarf eftir á. Þannig að við flytjum þau til lundar. Og eins og ég nefndi áðan þá er þetta krakkar sem við vitum yfirleitt af áður en þau fæðast með fósturskimun og þau fæðast hjá okkur og fá þá stabiliseringu sem þau þurfa og síðan fljúgum við í mjög góðri samvinnu við flugleiði og höfum gert í yfir áratug og þetta sýnir hérna aðstöðuna sem við erum með bara í sætunum ýtt aftur í sagaklass og við ströppum niður eða látum strappa niður hitakassan í aðeins öðru formi heldur en áðan, núna er svona upp á hæðina en ekki út á hliðina
Og þetta hefur, eins og ég segi, verið í bara mjög góðum farvegi og í góðri samvinnu við Icelandair, en þetta svona líklega það sem svona næsta stóra breyting hjá okkur, sem við erum svona að leggja drög að en ekki búin að ákveða, ekki komið loka útfærslu á, en á öllu líkindum þá munum við fara í það að hætta þessari samvinnu, ekki að því hún hefur ekki verið góð, og því hún hefur verið mjög góð. En hins vegar það sem áskorun varðandi þetta eru nokkrir, og einn af stóru þáttunum að við getum ekki gengið örugglega að rafmagni, þannig að við erum sjálf okkur nóg rafmagn, og ef það eitthvað við sjúkraflutninga þá það að þú ert afskaplega einn, hvort sem það í sjúkrabíl eða flugvél eða í þyrlu. Og hlutir bila, og við erum alveg vönd því á gjörgæslu, eins og bara allir aðrir á gjörgæslu, að öndunarvélina eitthvað sem gerir hún virkar ekki, og það bara, bara leggjum henni, fáum bara nýja öndunarvél og síðan bara í rólegheitunum fer tæknimaður yfir öndunarvélina og lagar það. Þann lúxus höfum við ekki hérna, þannig að þegar eitthvað bilar, þá þurfum við að vera sjálfum okkur nóg og vera alltaf með backup-plan og helst backup-plan við backup-planið. Og við höfum lent í því að öndunarvél hjá barni hefur hætt að virka með nánast engum fyrirvara í þessum sætum hér, og það sem ekki var augljóst í augnablikinu hvað var að gerast, þá bara tók backup-planið okkar við sem var bara andað fyrir það með bara belg og maska. Þannig að öllum líkindum þá svona eitt af næstu skrefunum okkar að færa þetta í farveg þar sem við verðum með sjúkraflug, og það svona ýmsir mögulegar útfærslu til á því sem ekki sem komnar til staðar. Nú, varðandi fjöldan þarna. Það var aðeins meira stabilitet í því einhverja hluta vegna, þetta ekki alltaf svona. En síðustu ár hafa verið 8 flutningar á ári, og það stefnir í eitthvað svipað á þessu ári. Nú, en af hverju erum við með flutningsteymi? Sko, af hverju erum við ekki, að því eins og við vitum, eins og mörg hérna kannski vita, þá miðstöð sjúkraflutninga á Akureyri, og sjúkraflugið þar sjálfur sér nóg með nánast flesta sjúklinga. Einn af undantekningunum eru nýburarnir, og bara að því þeir eru það sérhæfðir og þurfa bæði sérhæfða þekkingu og tæki. En flutningsteymi, það sem við gerum markþætt. Eitt það að bara leið og við fáum símtal barn sem veikt, annaðhvort með ákveðinn þekktan sjúkdóm eða einhver einkenni með óljósan sjúkdóm, þá erum við strax komin í samband og getum verið með aðilanum á þeim spítala sem barnið fæddist í að meta með þeirri mannesku hver næstu skref eru, bæði hvað varðar greiningu og meðferð, og eins náttúrulega erum við þá að loknu því samtali, ef ástæða til að sækja barnið sem oftast að þá setjum við af stað það ferli. Við stefnum alltaf því að stabilisera fyrir flutning. Grunnhugsunin ekki bara að fara að sækja og síðan redda málunum, heldur að stabilisera allavega lífsnauðslulegu þættina fyrir flutning. Og það er náttúrulega mikilvægt að vera með fólk sem vant þessum sjúklingahópi, og eins líka að kunna vel á útkallsrútínur svo það gangi hratt og örugglega fyrir sig. Og maður getur sagt, það ekki bara eitt símtal, en ég ætla að koma með dæmi það ekki alltaf bara eitt símtal. Nú, við erum fámennt teymi, og þarna ég að tala í flutningnum sjálfum. Heila teymið stærri, en í hverjum flutningi við oftast við einstakasunum 3 í sérstakar aðstæður, og eins og ég nefndi á þá þurfum við að geta bjargað okkur, að því það ekki spurning heldur bara hvenær hluti virka ekki alveg eins og þeir eiga að gera, þó við leggjum náttúrulega ofur áherslu á að allt sé yfirfarið hjá okkur. Og við þurfum að einhver leyti að geta gengið í störf hvors annars, þar sem við erum bara 2. Við höfum ekki alveg lúxusinn eins og þegar við erum inn á spítalunum, þar sem við erum kannski með nokkra hjúkrunarfræðinga og mögulega nokkra lækna líka. Og þetta væri nú svolítið búin að nefna, við þurfum að geta unnið vel saman, og við líka að vera með teymi sem ekkert allt og stórt, og erum að byggja upp reynslu og við erum að læra af þeim áskorunum og þeim lausnum sem við sem teymi hægt og bítandi byggjum upp þá reynslu. Og eins líka
það öryggishugsun, ekki bara varðandi barnið, heldur líka okkur, því flutningur ekki hættulaus í sjálfu sér. Við erum í sjúkrabíl og sjúkrabílar geta alveg lent út í skurði og flugvél getur lent í ókyrrð og þannig að það mjög mikilvægt að við festum alla hluti til dæmis og að við séum í öryggisfötum, við séum með stáltá, kassinn þó hann láti ekki mikið kannski yfir sig, þá hann 150 kíló. Og síðasti punktur þarna medicine að við þurfum að vera með þekkingu líka á lífeðlisfræði sem hvað áhrif flug hefur til dæmis á lífeðlisfræði. Og þá fljótt að nefna tvennt að ef þú ert með barn sem þarf kannski 85% súrefni á öndunarvél og við erum að fara í flug, þá getum við ekki farið með það í bara venjulegt flug í venjulega flughæð, þá vitum við að við munum ekki ná að metta barnið. Og það hægt tiltölulega auðveldlega að reikna það út og ef það gengur ekki með venjulega flughæð, þá þurfum við annaðhvort að gera eitthvað í því varðandi barnið eða þá vera í samtali við flugmenn og segja getið þið flogið lægra. Þó þið séum jafnþrýstibúna þá geta þær ekki jafnþrýst alveg niður í jarðhæð, niður í sjávarmál. En það eitthvað sem við þurfum, það ekki eitthvað sem við gerum bara að því bara. Við vitum það að fljúga lægra, þá ert að fljúga, þú ferð ekki yfir veður, þú ert inn í veðrinu og þú ert nær jörðinni og þú ert að fara í gegnum þykkari loftmassa, þannig að það kostar meiri bensín út lengur á leiðinni og það hættulegra. Því að það gerist eitthvað með flugvélinu þá ertu bara hreinlega nær jörðinni. Þannig að það finnst okkur full ástæða til að vera með flutningsteymi sem inn í öllum þessum hugsunum og þjálfar það reglulega. Í teyminu okkar vitlaust talað 6 sérfræðingar í nýburalækningum og 7 sérhæfðir hjúkrunarfræðingar. Þó að það sé lítið teymi í sjálfu sér, þá eins og ég sýndi ykkur áðan ekkert margir flutningar á ári og kannski hver hjúkrunarfræðingur og hver sérfræðingur að fara kannski 2 til 3 flutninga meðaltali á ári, sumir fara í fleiri og sumir fara í færri. En til þess að viðhalda þekkingu og reynslu að þá má teymið ekki vera heldur of stórt. Af því að maður þarf að komast í flutning til þess að læra á reynslunni. Annað að ekkert af okkur á vöktum í þessu, þannig að það líka svolítið erfitt að manna. Það sérstaklega í sumarfríum og jólum og svona þá að fá einhvern til að fara í flutning ef gott veður, það bara fólk ekki heima. Og það hefur reynst okkur svona eiginlega svolítið erfiðara og erfiðara. Ég held að það sé bara því við erum mjög aktíft og duglegt fólk, við erum duglega að gera eitthvað skemmtilegt. Og þá ekki að við viljum ekki fara í flutning, þá svolítið erfitt fyrir okkur að fá fólk, af því að í þessa bráðaflutninga þá þurfum við að vera snögg í útkall. Við höldum starfsdaga árlega með fræðslu og þjálfun þar sem við förum með búnaðinn okkar, við erum bæði með þá kassan og það þarf að læra á hann, það alls konar sem bilar í honum eða getur bilað og við þurfum að kunna bregðast við því öll. Og við þurfum við erum líka með töskur, mismunandi töskur fyrir innanlands og bráðaflutninga og flutninga erlendis og við þurfum að vita hvað í töskunum, hvernig við eigum að nota alla hluti í þeim og við hittumst þá í þessa fræðslu og þjálfun einu sinni til 2 á ári. Við miðlum reynslu innan hópsins, við erum duglega að spjalla saman og kenna hvort öðru og fara yfir kassan og töskurnar og læra hvort öðru af því að ef einhver lendir í einhver, þá möguleiki einhver annar lendi í því einhvern tíma seinna. Við tökum þátt í að þróa útkalls- og samskiptaboðleiðir með þeim sem koma að málinu með okkur. Þá það náttúrulega við sjálf og við erum búin að vera í góðu samstarfi við Slökkviliðið á Akureyri, Norrlandair, 112, fluglækni á Akureyri, Landhelgisgæsluna og Icelandair. Og þá kannski förum við inn á þetta með boðleiðirnar, að það þarna margir aðilar sem koma að þessu. Og segjum að við séum með bráðveikt nýfætt barn, til dæmis á Neskaupstað og hvert á að hringja. Og þetta eru möguleikarnir og mögulega einhverjum fleiri sem okkur hugðist ekki en það flugfélagi sjálft sem sér það. Það sjúkraflutningafólki, það að segja bráðatæknarnir og þeir eru á slökkvistöðinni á Akureyri. Fluglæknir á vakt á Akureyri, barnalækni á Akureyri því það miðstöð sjúkraflugs. Og maður hringja á sérnámslækni á vakt á barnaspítala og maður hringja 112 eða í nýburalækni og
og þetta bara fyrsta samtal, síðan koma fleiri samtal af því að það þarf að virkja þetta og áður en við gerðum gangskur á því, og þegar ég segi við þá er ég ekki bara við okkur á vökudeildina heldur í samvinnu við marga aðra að þá á þeim árum sem ég vann áður en við fórum í þá vinnu þá var ég með allar útgáfur að það var hringt í einhvern af öllum þessum og það var ofsalega misjafnt hvenar og ég get meira að segja hvort upplýsingarnar komið til okkar og það kom fyrir, við erum með meira en eitt dæmi að barn kom inn á vökudeild, við hefum aldrei heyrt af því. Þannig og það var ekki að því einhver var að viljandi að gera eitthvað eins og átti ekki að gera. Þetta alltaf þegar það eru svona margir möguleikar í boði þá er það eðlilegt að fólk geri það sem því finnst líklegast rétt að gera og við héldum þarna fund á Akureyri 2017 þar sem að við úrvar þetta, ég held að þú hafi verið mögulega á þeim fundi líka Sigurður að þá gerðum við einfalt verklag og þetta til á öllum stöðum þar sem börn fæðast og meðal annars þá efst bara þá hringt beint í ekki bara ákveðin einstakling heldur ákveðið símanúmer og þetta símanúmer sem við erum með á vaktinni þannig að við fáum þetta milliliða laust á vökudeildinni og það sem við gerum síðan í lok símtals er að við ákveðum hvor okkar sem oftar við að því sá að hinum endanum hefur nóg að gera sinna barninu hringjum í 112 og ekki neina aðra þess að 112 heldur í fullt af þráðum sem að okkur myndi ekki detti í hug til dæmis að láta moka flugbraut mér myndi aldrei detti í hug að hringja í einhvern svoleiðis aðila panta sjúkrabíl á báðum endum sko bæði í Reykjavík og síðan þá á Neskaupstað og síðan aftur í Reykjavík og svo framvegis Við erum með nokkra svona myndi til að sýna svona umhverfi sem við erum að vinna í. Þarna er flutningskassan okkar inn í sjúkrabíl á leiðinni í innanlandsútkall. Hérna er að koma kassanum inn í vélina sem að tekur svolítinn tíma og það tekur bæði tíma að koma honum inn í vélina, hann þarf að fara að sleða þarna upp og það þarf nokkuð margar hendur til þess að koma honum öruggum fyrir því að það er lítið líf þarna í kassanum. Það tekur líka svolítinn tíma að koma honum út, þannig að ef við erum að fara til dæmis í útkall og þá þurfum við það þarf að sækja okkur. Flugvélin er staðsett á Akureyri og við erum kannski að fara á Neskaupstað, þá þarf flugvélin að koma frá Akureyri til Reykjavíkur og sækja okkur og kassan. Okkur er svo flogið mögulega á Neskaupstað og þá tekur líka tíma fyrir að koma kassanum út og það er ekkert alltaf sama fólki sem er kannski að vinna á vélinni eða sjúkraflutningamennirnir, þannig að það er ekkert allir vanir. Og oft kemur þá lögreglan líka inn og sækir okkur því það er mikilvægt að við komumst á staðinn þó að kassin sé ekki komin að þá hefur við verið oft sótt og farið bara í lögreglufylgd til bassins og kassin kemur svo bara í rólegheitum. Þannig að það er svona einn möguleiki. Hér er mynd af kassanum inn í vélinni og sjá að það er allt strappað niður og vel fest en það er ekkert mikið pláss til að vinna þetta í kring. Við höfum líka farið í nokkur flug og förum annað slagið með þyrlunni. Það er aðeins flóknara að fara með henni, það tekur lengri tíma að koma kassanum fyrir og það er svona flóknara ferli. Hér svona dæmi, þetta er einum flutning þar sem koma sjúkrabílar, þyrla og bátur. Það eru allir virkjaðir og það má bara segja að það eru allir tilbúnir þegar að lítið barn er veikt. Hérna erum við að fara með kassan borð í Icelandair-vél og þá þarf við að setja hann á svona heimatilbúin hjól sem við komum kassanum inn í vélina. Hérna er kassin komin inn í vélina og hérna sést plássi sem við höfum til að vinna við. Hérna erum við þá komin út og þar taka á móti okkur sjúkraflutningamenn frá Svíþjóð sem keyra yfir til Kastrup og þau vinna vel með okkur, þau eru alltaf boðin og búin. Það er aðeins betra veður þar. Við höfum líka lent í því að ekki sé hægt að nota fyrir sérstaka flutninga, það er ekki hægt að fara í Icelandair og þá þarf að hugsa út fyrir boxið. Þarna erum við að fara með Norlandair, er það ekki? Erni. Og þarna er ekki hægt að koma kassanum almennilega fyrir af því að það er engin, vélin er svo há að og er engar svona tröppur til að koma kassanum fyrir. Þannig að það var græjaður einhver pallur og fjöldinn allur af fíleldum mönnum kom og lyfti kassanum þannig upp. Og þetta var ekkert lítið verk. Hérna er svo kassin inn í vélinni og
aðeins betra vinnupláss í þessari vél en sjúkravélinni venjulega, en það fer alveg vel um hann þó að maður sé þarna inn í hlíunni. Hérna svo vélin komin út og í þessu tilfelli þá náðum við ekki kassanum út og við bárum barnið yfir í sjúkrabílina því að við vorum ekki með þessa fínu tröppu þarna sem var heimasmíðuð. Hérna flutningsteymið á æfingu með gæslunni, við verðum að fara yfir hvernig við förum í umgangustyrlur, hvernig komum kassanum fyrir. Og hérna hluti af flutningsteyminu okkar, þetta taskan sem við förum með í innanlandsflutninga og hérna Hrólfur að læra kassan? Nei, djók. Þetta frá heimsókn í gær til Landhelgisgæslunnar þar sem við vorum að máta kassan í SIF. Og eins og þið sjáið þá tekur þetta nokkra fílelda einstaklinga að koma honum þarna upp. Það var eins gott að barnið sé vel fest í kassanum. En þetta gekk vel og hellingsvinnuplássin í þessari vél. Þetta svona bara sem liður í því að skoða mögulega leiðir áfram. Ég tek það skýrt fram að það ekki búið að ákveða neitt varðandi hvað það sem tekur við af flugleiðum, en við erum að skoða þá möguleika sem í boði. Þetta var einn af þeim. Nú, hvað framtíðina var þetta síðasta glæran, þá eru það náttúrulega nokkri hlutir og þetta eru kannski 3 af þeim stærstu. Að það eins og ég hafði nefnt að hjartabörn farið þá með sjúkraflugvél og ég nefndi að það var rafmagnið var eitt af málunum, annað líka að það bara orðið verra og verra aðgengi að sagaklass miðað við hvernig var fyrir 10-15 ára síðan. Þannig að við höfum þurft að fresta flugum bara út af því og síðan líka tilkomu Airbus-vélana frá Boeing að það ákveðin tæknivandamál tengt því. Annað stórt mál sem liggur fyrir okkur, það að eins og Guðrún nefndi, við erum ekki með formlega vaktalínu, við erum með það sem við kallast alþjóðlega ad hoc teymi, þar að segja við reiðum okkur á og við getum náð í aðila og náttúrulega ef það sumarfrí og svona þá fyrsta sem að gerir þegar maður með deildina í viku, það betur hvernig einhver í bænum og þannig að það óformlegt kerfi sem að við reiðum okkur á þar sem hefur gengið hingað til en það náttúrulega ákveðið óöryggi innbyggt í því. Og síðan eitt af þeim verkefni sem okkur langar til að fara í meðal annars er rauntíma fjareftirlit með veikum börnum á fæðingarstað. Það að segja ef barnið er fætt og við erum ekki komin getum við verið með live mynd og lífsmörk af því til að vera enn betur í búin að meta barnið ásamt þeim sem að sinna þeim á sínum stað. En eins og við nefndum til að byrja með þá kannski megin hlutur sem við erum að gera hérna það að kynna okkur, við erum til og þetta það sem við gerum og þetta þau sem við erum og þetta markmiðin okkar áfram. Takk. Kæra þakkir fyrir þetta áhugaverða verkefni. Við erum í þessum hóp sem er sjúklingaöryggi, þá höfum við verið alltaf með fulltrúa frá neytendum, getum við sagt, þjónustunum okkar og það svo alltaf gott að fá þeirra input og við reynum að hafa á þessum dögum alltaf eitthvað input frá þeim sem eru að nota þjónustun okkar og hvernig þau horfa til okkar varðandi sjúklingaöryggi. Og næsta erindi einmitt frá frásögn foreldris að samskipti við heilbrigðiskerfið og það Sigríður Hafkelsdóttir sem þá væntanlega foreldri og ég ætla bara að bjóða þær að gera svo vel. Takk fyrir hjartan eina til að aðstoða mig. Já, mig langar að biðja á því að þakka fyrir tækifærið, fyrir að tala fyrir hönd hópsins, einstök börn, ég verð alveg pínu klökk. Mér finnst mjög mikilvægt að við tölum ekki þau án þeirra, það við séum alltaf inklúderuð, við höfum líka heilmikið af upplýsingum sem að við getum borið fram á borð, stundum þær svolítið óreiðukenndar en við reynum að safna þeim saman. En bara aðeins mig, ég heiti Sigríður Kristín og ég móðir Hrafnkels Björnssonar, hann 29 ára, þannig að ég búin að vera ansi lengi
neytandi eða skjólstæðingur eða hvað sem má kalla mig. Hann með meðfæddan heilagalla, microcephaly, og hann á við ansi mikið af áskorunum að glíma. Hann átti nú ekki að lifa lengi þessi elska, en hann verður 30 í janúar á næsta ári. Ég starfa hjá Sidekick Health og ég kenni fyrirbyggjandi læknisfræði við heilbrigðisvísindasvið HÍ, þannig ég hef alveg svona pínu bakgrunn. Ég vinn með mikið að læknum og ég var nú starfsmaður embættis landlæknis áður en að þú tókst við María. Þannig að ég hef svona, ég er svona lýðheilsufræðingur sem brenn fyrir áhrifaþáttum heilbrigðis, fyrir stafrænum lausnum í heilbrigðiskerfunum og ég sé alveg í að mörg tækifæri að gera betur þarna. Ég stíg inn fyrir henni Guðrúnu Helgu sem er framkvæmdastjóri einstakra barna. Hún var hérna í dag, hún var ekki erlendis á ráðstefnu og mér langaði bara aðeins að fara í gegnum bakgrunninn. Félagi einstakra börn er fyrir þennan hóp sjaldgæfir sjúkdómar og heilkenni. Það var stofnað 13. mars 1997 af nokkrum fjölskyldum og ég var ein af þeim fjölskyldum sem tóku þátt í því. Í dag eru 800 fjölskyldur sem eiga heima í þessu félagi, við vorum 14 til að byrja með. Og það eru þá 2400 foreldrar í félaginu. Það eru 16 virkir hópar sem starfa innan félagsins, það er gríðarlega öflugt félagsstarf, mikið af uppákomum og þetta félag vinnur alveg gríðarlega gott verk. Ég hugsa stundum til þeirra þegar ég heyri talað ljósið, þannig að þið geti alveg svona sett það í svolítið samhengi. Markmið félagsins er náttúrulega að styðja við fjölskyldur barnanna, gæta hagsmuna þeirra og foreldra, vinna með stjórnvöldum að úrbótum og fræða líka fjölskyldur og almenning. Þetta er eina félagið af þessari stærðargráðu í Evrópu sem er ekki á fjárlögum samkvæmt því sem að Guðrún Helga upplýsi mig. Og innan þessa hóps eru náttúrulega stór notendur heilbrigðiskerfisins. Þannig að ég hugsa þetta oft sem svona, við erum það stór hópur að við gætum verið svona í raun og veru pínu vöktu, það er svona sérstaklega kannski erfiðasta hópurinn innan okkar hóps. Þarna finnur við fjölskyldur sem eru víða í heilbrigðiskerfinu, þarf að ná í upplýsingar frá svo mörgum sviðum. En við tókum saman, ég bað þær að senda mér, af því þær eru á ráðstefnu sjaldgæfa sjúkdóma í Norðurlöndum, ég man ekki alveg hvar þær eru, en þær, ég baði að senda mér bara punkta sem þær hafa tekið saman, af því núna kannski eru þær ekki alveg að glíma þau sama heim og ég var að glíma við fyrir 20 árum síðan, þannig að þær vildu byrja á því að benda á það að nýleg rannsókn á Norðurlöndum gefur niðurstöður það að foreldrar barnar með sjaldgæfa sjúkdóma eiga erfitt með að treysta heilbrigðiskerfinu, þannig að það er ekkert eitthvað einnætt við okkur ef sú er birtingarmyndin hér sem ég kem kannski aðeins inn á eftir og að foreldrar upplifa veita þjónustu ekki í samræmi við þarfir barnanna. Og þá er ég kannski ekki endilega bara að tala heilbrigðiskerfi sjálft heldur hvernig félags- og heilbrigðiskerfi tala saman og hvað er verið að vinna þá inn á heimilum barnanna og stuðningskerfi kringu þau. Af því það gefur svo alltaf betri heilsu ef það er vel haldið utan um. Og mér fannst þessi punktur ansi áhugaverður, þær vildu byrja á því að tala að þeim fyndist svolítið, þær oft stundum svolítið heppnar og þetta allt svona raunverulegir punktar úr þeirra reynslu. Að ef það er læknir sem hefur áður verið erlendis, hann getur frekar veitt aðgengi að erlendu sérfræðilæknum og það sé þá svona meiri tilviljun eða heppni. Að fjölskyldutengsl við hjúkrunarfræðing geti veitt betur þjónustu eða stytt svona þjónustuleiðir. Að aðstoð með hjálpartækni geti verið betri í gegnum tengslanet foreldra af því að einhver þekkir einhvern. Við þekkjum þetta náttúrulega svolítið mikið á Íslandi. Að heimahjúkrunarfræðingum með tengsl við spítalann geti sparað óþarfa bráðamóttökuferðir. Að sjúkraþjálfari með sambönd geti reddað hjálpartæki í neyð. Og að foreldri sem hittir óvænt sérfræðing sem þekki barnið, hann geti sparað biðtíma í biðröð og bráðaþjónustu barnaspítalans og þá er þetta eflaust einhver foreldri sem lenti í þessu atviki. Þannig að við erum bara að tala í raun og veru þessi heppni sem þau tala þessar óhefðbundnu leiðir fram hjá kerfinni einhvern veginn leiði að sér betri þjónustu sem er eitthvað sem við myndum gjarnan vilja bæta og getum safnað í raun og veru alls konar gögnum það. Nú áskoranirnar sem þær vildu tala einstaklingar á sértækum lyfjum fái ekki endurnýjun lyfja nema í gegnum sérfræðilækni sem reynist oft erfitt
Og þá vildi að nefna einmitt þegar að læknir kannski í fríi, kannski í sumarfríi í einhvern lengri tíma, að þá sé ekki hægt að ná í lyf með öðrum leiðum. Foreldrar upplifa stuðnings- og ráðgjafateymi barna með sjaldgæfa sjúkdóma ekki aðgengilegt og hlutverk þess óskýrt. Þau átta sig illa á því hvernig á að nýta það. Þetta teymi var ekki til þegar ég var á sínum tíma mikið inn á Barnaspítala, en þau átta sig illa á því hvernig á að nýta það. Upplýsingar börn með fjölþættar áskoranir liggja víða og erfitt fyrir lækni stundum að átta sig á samhengi án þess að hafa aðgengi að heildarmyndina. Og þarna eru þau að tala svolítið þessar, ég myndi kalla það bara sílós á milli sérfræðilækna. Foreldrar upplifa heilbrigðisstarfsfólk ekki hlusta þegar komið með endurtekin með sömu áhyggjurnar til þess að fá úrlausnir, og það hefur verið komið inn á þetta áður í dag að þetta auðvitað eitthvað sem gerist, ég held að sé nú ekki algengt, en þetta eitthvað sem kemur alltaf upp á annars slagi. Þau nefndu líka einn annan punkt að eins og inn á Barnaspítalanum þá í dag þau hafi sem þessi sérstaki hópur oft geta hringt á Barnaspítalanum undan til þess að athuga hvort þau eigi að koma með barnið, því stundum þetta líka bara óöryggi, en það sé ekki lengur til staðar. Þannig að það var svona einn punkturinn sem komst ekki inn á glærarnar svo okkur tímaskorts. Foreldrar upplifa lækna áhugalausa á einstaka sjúkdómum og það gæti verið bara vegna tímaskorts við að viða að sér efni eins og nýjum rannsóknum sem eru tengdir þá sjaldgæfum sjúkdómum, og núna erum við þetta í litlu landi og með sjaldgæfa sjúkdóma sem eru samt þetta 800 fjölskyldur og sumir sjúkdóma bara kannski einstakur. Þannig að þetta ekki alveg einfalt. Skortur á upplýsingum frá Landspítalanum hvað varðar breytingar á ferlum, og þarna vildi þær telja upp dæmi af taugateyminu sem að hætti að svara póstum, og foreldrar var þá bent að núna væri endurnýjar í gegnum Landspítala appið, en það var ekkert kynnt fyrir hópnum og enginn vissi hvaða leiðir ætti að nota, þannig að svona einhvern veginn ekki gerð svona notandakönnun eða stærsti hópurinn látið vita að núna hefur verið breytt ferla. Og þau vildu nefna það sérstaklega að innan Landspítala appsins þá sé jafnvel bara þau töldu að í þessu tilfelli væri bara svörum fagaðila færi bara fram einu sinni í viku, og ef þú kannski heitir á daginn áður en eftir að viðkomandi svaraði síðast, að þá býður þú jafnvel í viku sem eru of langur tími fyrir þessa einstaklinga oft. Börn hjá sérhæfðum sjúkraþjálfurum eru almennt ánægð með þjónustu sem þau fá, en ef þau eru með sértækar fatlanir en fulla greind þá lenda þau oft í flóknari aðstæðum og erfiðara að fá þjónustu. Þetta get ég nú alveg tengt mjög vel við og hugsaði oft til þegar ég var með Hrafnkel minn, þá hugsaði ég oft til þess að það væri auðveldari fyrir mig að fá þjónustu sökum þess að hann var svo mikið fatlaður heldur en suma sem ég horfði upp á. Ég var alveg vör við þetta. Og svo það yfirfærslan. Ég veit að þið hljóti mörg hver að hafa heyrt mikið talað hana. Yfirfærsla þjónusta Landspítalans við 18 ára aldur vekur kvíði á foreldrum. Það bara enginn sem tekur við kyndlinum og margar lokast, og þessa sögu þekki ég mjög vel. Notkun á bráðamóttöku sem grunnþjónustu því að enginn einn læknir eða teymi til staðar fyrir einstaklinginn. Ég fór náttúrulega í gegnum þessa yfirfærslu og þetta var alveg gríðarlega mikið, þetta eiginlega bara svona áfall að vera einhvern veginn lokaður alls staðar úti og átta sig allt í á því að bráðamóttakan eini aðilinn sem að þú ert í samskiptum við þegar kemur eitthvað upp á, og þar hefur læknirinn sem tekur á móti jafnvel bara aldrei séð barnið áður og það og alltaf nýr og nýr, næstur þú kemur þá annar nýr læknir, þannig að þú ert alltaf dálítið að byrja upp á nýtt. Fordómar í garð mikið fatlaðra einstaklinga, ég ætla ekki að fara nánar til það, ég gerði það á sjúklinga öryggisdeginum heldur í fyrra, þá tók ég þátt í málstofu þetta, ég lenti sjálf bara í þannig dæmi. Þróun innan læknisfræðinnar, hún hröð, en það lítið sérhæfð úrræði og skortur á mönnun í daglegu lífi einstaklinga með fyrir þetta áskoranir, og þarna ég að vísa bara í þetta sama og ég var að tala áðan, að heilsan hún verður til heima, og ef það betur haldið utan okkar heima, þetta svona pínu eins og þegar við erum að tala að halda öldruðum eins lengi heima og við getum,
og styðjum við að þar að þá þurfum við minna á heilbrigðiskerfinu að halda. Bara heilbrigðis- og félagsleg kerfi tala bara illa saman. Þau gerðu það allan tíman sem að ég var með son minni í uppvexti og það virðist engin breyting vera á því. En þá? Við viljum líka tala um það sem við viljum gert og við vitum að við erum með alveg gríðarlega öflugt heilbrigðiskerfi og við erum auðvitað alltaf þakklátt fyrir alla þjónustuna sem við fáum. En mér langar að nefna að desember árið 2022 þá fengum við hjá einstökum börnum heimsókn frá Landspítala Hringsins. Margrét Mirra getur það verið, hún hefði heitið sem kom í heimsókn til okkar og var að hlusta á frásagnir mæðra. Ég var beðin að koma fyrir hönd svona eldri hópsins og ég sat þarna og hlustaði á mæður tala og ég sökk gjörsamlega niður í sætinu og ég hugsaði bara það hefur ekkert breyst síðan ég var á þessu stað og ég eiginlega fór bara tilbaka inn í svona bara áfallarsögu og það var alveg svakalega skrítið fannst mér að heyra að við værum ekki komin lengra. En ég veit að þessi vinna, fólk vill gera betur og ég held að þessi gríðarleg tækifæri með svona fjarvöktun og fjarlausnum, allskyns kerfalausnum sem við eigum eftir að fara út í. Nú, við vitum að það hæft og gott heilbrigðisstarfsfólk sem vill gera vel og við stöndum mjög framalega í genagreiningum, greinum snemma og það góð þjónusta í því ferli. Það eitthvað sem var ekki til staðar þegar ég átti minn son. Þannig að okkur hefur farið gríðarlega mikið fram þar. Þjónustan eftir greiningu þó samt lítil eða engin þegar úr því ferli komið. Nú foreldrar upplifa öryggi þegar læknar ráðferða sig við aðra sérfræðinga, svona pínu hint á það að það veitir öryggistilfinningu. Og svo vildu þær nefna að heimahjúkrun alveg gríðarlega mikilvæg þjónusta en hún oft undirmönnuð og hún ekki beint í tengslu við heilbrigðiskerfið og ég man þegar að COVID reið hér yfir þá þurfti ég að nýta mér þjónustu Landspítalans og þá var ég að reyna að fá heimahjúkrunina til að vinna með mér, til dæmis ekki að þurfa að fara með hann á spítala bara til þess að fara í eina blóðprufu en það gekk ekki upp. Þannig að þetta takmarkað og það væri rosalega gott að geta byggt einhverja brú þarna á milli. Í stórum dráttum það þörf á auknu upplýsingaflæði milli sérfræðinga og eininga innan kerfisins þegar fjölþættan heilsufarslega vanda að ræða og ég held að við vitum þetta svo sem öll, það bara hvernig við leysum fyrir það. Og ég held líka að það líka hægt að vinna með okkar hóp sem svona í raun og veru það hægt að svona, hvað maður að segja, svona merkja einstaklingar sem í mikilli þörf og mikilli þjónustu. Ég var sjálf inn á spítalanum þegar ég vann hjá embætti landlæknis þá fékk ég það reiknað út fyrir mig að ég var án þess að átta mig á því var ég samtals 3 mánuði í innlögnum inn á spítalanum. Þetta var bara svona í bútum hér og þar og ég áttaði mig engan veginn á því hvað þetta var mikill tími sem ég var að eyða inn á spítalanum. Þannig að það hægt að fjarvakta slíka hópa. Guðrún Helga Harðardóttir, hún vildi líka koma því á framfæri. Þau hafa unnið mikið í því að koma á miðstöð sjaldgæfra sjúkdóma og telja það mjög mikilvægt þessir aðilar sem hafa unnið sem mest innan einstakra barna í framförum og ég veit að það hefur verið talað það innan ykkar raðar líka eflaust. Og að því loknu langaði bara að þakka fyrir okkur. Takk fyrir að hafa okkur með. Kæra þakki fyrir þetta mjög góða erindi og virkilega gott að fá svona ábendingar og við heldum öll tekið þetta til okkar og viljum gera betur. En nú komið að kaffihlé. Við erum farin að syndga svolítið á tímanum og það inngöngu vegna slælegra fundarstjórnar bara. Ég skal bara taka það mig. Ég verið miklu meira upptekið við að horfa á það sem heldur en á klukkuna. Þannig að ég teka, en við skulum taka þá bara tímynda kaffihlé núna. Það fyrir utan kaffi og halda síðan áfram eftir svona 10 mínútur.
og fyrsta erindið á dagskrá hún Guðríður Haraldsdóttir, sálfræðingur hjá Geðheilsumiðstöð barna. Hún ætlar að tala staðlamat á sjálfsvígshættu. Gjörðu svo vel. Er það ekki svo bara endur? Er það ekki svo bara endur? Jú, eða hérna bara áfram aftur. Já, takk fyrir. Já, komið í sæl. Ég kem frá Geðheilsumiðstöð barna og starfa þar sem sálfræðingur í meðferð og við ýmis gæðamál. Geðheilsumiðstöð barna hefur verið starfandi frá vorinu 2022 en þá sameinuðust nokkur teymi og starfsemi þeirra undir sama þak og til viðbótar kom ráðgjafar og meðferðarteymi fyrir börn og ungmenni að 18 ára aldri. Eins og fram kemur á heimasíðu Geðheilsumiðstöðvar barna veitir stöðin annars stigs geðheilbrigðisþjónustu á landsvísu fyrir fjölskyldur með börn frá meðgöngu að 18 ára aldri. Miðstöðin sinnir greiningu, ráðgjöf og þverfaglega meðferð vegna geð- og þroskavanda barna og unglinga ásamt því að styðja við tengslamyndun foreldra og barna frá 0 til 5 ára. Á Geðheilsumiðstöð starfar þverfaglegur hópur starfsfólks með ólík hlutverk og þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldu þeirra. Áherslan eftir sem áður að byggja upp sameiginlega sýn á öryggi og gæði. Eitt af þeim verkefnum sem við höfum lagt áherslu á að faghópurinn okkar hafi þekkingu á að skima fyrir og meta sjálfsvígshættu og höfum við til þess efni sem að kallast staðlamat og viðbrögð við sjálfsvígshættu. Við vitum að sjálfsvígshugsanir og sjálfsskaði algengur meðal barna og ungmenna. Upplýsingar það geta komið fram á öllum stigum þjónustunnar, bæði við greiningavinnu eða seinna í meðferðarferlinu, stundum í fyrsta viðtali og jafnvel þegar verið að meta tilvísanir. Það því mikilvægt að allir faghópar innan þjónustunnar hafi ákveðna þekkingu á málefninu og til séu góðir verkferlar og leiðbeiningar hvernig bregðast skuli við. Með því að innleiða reglulega fræðslu og þjálfun allra fagaðila höfum við skapað sameiginlega sýn á að við höfum öll hlutverk og ábyrgð til að tryggja öryggi og þjónustuþega okkar. Og að virk öryggismenning sé hlutverk okkar allra. Námskeiðið, sem sagt staðlamat og viðbrögð við sjálfsvígshættu, fengið frá Landspítalanum og ætlað fagfólki. Síðan 2022, eða frá því að stöðin sem sagt sameinaðist, eða þjónustan fór öll á sama stað, höfum við haldið 2 slík námskeið. Innihald efnisins hefur það markmið að auka og viðhalda þekkingu á sjálfsvígshugsunum og sjálfsvígshættu og staðla og samræma vinnubrögð hvernig við metum annars vegar og síðan hvernig við bregðumst við sjálfsvígshættu. Og einnig leggur, felst í námskeiðinu líka hvernig bara við stöndum að skráningu upplýsingar sem koma fram í matinu í sjúkraskrárkerfið okkar, söguna. Við höfum staðið þannig að framkvæmd þessara fræðslu þannig að við höfum tekið frá 1 vinnudag að hausti með skyldumætingu allra starfsmanna. Námskeiðið tvískipt þar sem að fyrri partur sýning á myndbandi sem að inniheldur fræðslu öryggismenningu, sjálfsvíg og mat á sjálfsvígshættu.
Fræðslan það bil 3 klukkustundir og inn í fléttaðar hugleiðingar hugleiðingar sem að hvetja til umhugsunar á mikilvægum málefnum sem að fólk að takast á við, sem að meta sjálfsvígshættu, til dæmis eins og bara það hvort ég hafi nægan stuðning inn á minni starfsstöð þegar að verið að framkvæma sjálfsvígsáhættumat. Seinni parturinn þá, þetta yfirleitt svona fyrri partur dags, síðan hádegi þar sem að fólk sameinast og ræðir saman og borða pizzu og svoleiðis. Seinni partur námskeiðsins þá þar sem að við skiptum fólki í hópa. Við erum svona nokkrir hópstjórar sem að sjáum eða höldum utan þjálfunina og svo skiptum við öllum þáttakendum í minni hópa. Það sem allir fá í raun og veru tækifæri til þess að skima fyrir eða þjálfun, tækifæri til þess að skima fyrir sjálfsvígsáhættunni, gera sjálfsvígsáhættumat og meta þá þætti sem skipta máli varðandi mati, það eins og innihald hugsana, áhættuþætti og verndandi þætti og síðan að gera öryggisplan og hver næstu viðandi skref eru. Í gegnum þessa fræðslu og þjálfun í faghópnum okkar hefur starfsfólki öðlast aukið öryggi þegar gera skal mat á sjálfsvígshættu og öruggara viðeigandi viðbrögð. Í kjölfar þjálfunarinnar höfum við einnig verið að vinna að skýrum leiðbeiningum framkvæmd matsins, hvernig það gert, handleiðsla og samráð matið, viðeigandi viðbrögð, öryggisplan og skráningar. Og með þessu móti stuðlum við að samræmdum vönduðum vinnubrögðum sem skila sér til þjónustuþega okkar í auknu öryggi og meðferð. Og jafnvel betri meðferð því að fá upplýsingar sem innihald sjálfsvígshugsana og áhættuþætti mjög mikilvægar upplýsingar varðandi áframhaldandi meðferð eða hvort það þurfi að breyta meðferð, að minnsta kosti hvernig maður bregst við. Þannig að meðferðin verði betri og öruggari fyrir barnið. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Guðríður. Við höldum áfram og eins og sagðum við erum svona að fikra okkur svolítið í aldrinum og það með breytilegum aldri þá breytast vandamálin hjá börnum og það erum við komin inn á svona kannski unglingaskeiði núna, ef við getum sagt svo, og það að við ætlum að fá Björn Hjálmarsson sem barna- og unglingageðlæknir og Guðlaug María Júlíusdóttir félagsráðgjafi og BUGL ætla að fjalla öryggismenningu á barna- og unglingadeild Landspítalans. Gjörið þið svo vel. Sem bara örfarnar hérna. Já, takk fyrir að bjóða okkur á þennan góða dag og þegar að Sigurður hafði samband við mig í sumar að þá datt mér strax í huga að það væri gott að við yrðum 2 því að við vinnum á barna- og unglingageðdeildinni í teymum og það er þessi furðulega starffræði í teyminu að þegar við leggjum hugið saman þá er 1 + 1 meira en 2 í samráðinu fæðast lausnirnar. Já, komið sæl. Ég sem Guðlaug, hann Björn. Heyrði, en við erum sérst að starfa á barna- og unglingageðdeild Landspítala og sú deild sérfræðiþjónusta fyrir börn með hamlandi samsettan geðrænan vanda og við náttúrulega þjónustum börn á landsvísu eins og annars staðar á spítalanum. Og á okkar deild þá höfum við bara verið mjög lengi að velta fyrir okkur
bæði hvað var það svona lagalega umgjörð þjónustunnar okkar og þá sérstaklega hvað var rétt barnanna og foreldra þeirra til upplýsinga og samstarfið aðra aðila í nærumhverfi skjólstæðinga okkar. Þannig að við tegjum okkur ansi langt út fyrir spítalann hvað varðar það. Og svo náttúrulega líka er okkur hugleikin að vera með virka gæðavinnu, vera með gott samráð við notendur þjónustunnar og aðra deildir spítalans sem að þjónustar okkar hóp einnig sem að barnaspítalinn til dæmis er. Þannig að við lítum svo á að allir þessir þættir stuðli að öryggi og gæðum í þjónustu. Að sjálfsögðu viljum við líka bara flagga því að þegar við erum að tala öryggi hér í dag að það er eitt af gildum Landspítala og það er svona hornsteinn í okkar starfsemi. Eins og þið vitið þá er geðlæknisfræðin og öll þjónusta á geðdeildum háð starfsfólkinu. Við erum ekki með neina röntgenmyndir eða segulómskoðanir eða blóðpróf til að greina það sem við erum að fást við, heldur reiðum við okkur á starfsfólkið og svo greiningakerfinu okkar. Við sjáum það sem hornsteinn öryggismenningar að hafa góð samskipti bæði við skjólstæðingan okkar, aðstandendur þeirra og svo milli okkar starfsfólksins. Því það er öryggisógn þegar að vandræðir í samskiptunum. Við höfum verið að innleiða samskiptasáttmálann bara leynt og ljóst og þið sjáið þarna að það er þetta góða viðmót, það er gagnkvæm virðing, það er fagmennska, umhyggja, skilningur, ábyrgð, hreinskilni, jafnræði og viðbrögð. Það er svo merkilegt við teymið að stundum kemur skjólstæðingurinn, eða ekki stundum, það kemur bara alloft fyrir að skjólstæðingurinn sjálfur kemur með bestu lausnina, bara við fáum hann til að hugsa upphátt með okkur. Það koma vissulega upp samskiptaatvik hjá okkur sem að eins og öllum deildum, við reynum að hafa það eins fá og hægt er en við höfum tamið okkur að viðraða hvort með öðru þegar þau koma upp og þegar að atvikin eru alvarleg þá nýtum við okkur stuðningsteymi starfsfólks fyrir þá sem eiga aðild að atvikinu til þess að það sé ekki verið að draga það með sér inn í framtíðina. Og það sem okkur dreymir eftir erfiðs atvik að það eigi sér stað stöfnun hjá starfsmanni fremur en hann fara að þóknast eða flýja eða þrauka. Það sem var svona, þeir punktar sem að við vildum ræða hér í dag eru bara allnokkrir og hafa að gera með alla starfsemin okkar, ekki eitthvað eitt svona eins og kannski önnur erindi hafa verið hér í dag. En eitt af því sem að við vildum ræða að það náttúrulega er bara öryggisógn þegar það er löng bið eftir þjónustu og það hefur það verið þannig að frá árinu 2021 þá hefur bara mjög markvisst verið unnið í því að stytta bið eftir þjónustu á göngudeild BUGL og mjög mikið átt að taka það fram að í þeirri fjölmiðla umfjöllun sem hefur verið bið eftir þjónustu á BUGL þá er eingöngu verið að tala göngudeildina. Það er aldrei bið í bráðateymi og það er súpakút þjónusta í átröskuninni. Þetta er eingöngu börn sem voru að bíða eftir þjónustu göngudeildar og þetta voru allt börn sem voru þjónustu einhvers staðar annars staðar. Þannig að þetta voru ekki börn sem voru einhvern veginn bara í frjálsu falli einhvers staðar hérna fyrir utan spítalann. En það er náttúrulega líka mikið átt að tala að það er öryggisógn að tala fjölda og bið og það var lenska eins og sjáu á þessu súluriti hér að þetta er allt fjöldi barna á bið en nú erum við algjörlega hægt að tala það, nú tölum við tíma á bið eins og embætti landlæknis hefur bara lagt áherslu á og okkur finnst gríðarlega mikið í samtali við eins og fjölmiðla, þingmenn og aðra sem vilja fá að fylgjast með okkar starfsemi, við erum algjörlega hægt að tala fjölda á bið. Vegna þess að 10 á bið, þeir geta beðið í viku, þeir geta beðið í ár. Þannig að okkur finnst það mikilvægt. Þannig að okkur finnst líka bara gaman að geta sagt það frá því að frá haustinu 2023 þá hefur biðtíminn eftir þjónustu og göngudeild verið að jafnaði minna en 3 mánuðir. Þannig að við erum komið niður fyrir á þetta viðmið embætti landlæknis. Það sem okkur finnst líka mikilvægt að tala að í þessari tiltekt sem átt sér stað hvað varðar bið eftir þjónustu þá fórum við stjórnendur í bara heilmikla stjórnendaþjálfun og eitt af því sem kom út úr því var að við áttum okkur á því að það eru ákveðnar upplýsingar sem eru gríðarlega mikið að læsist ekki inn í efstu lögum. Vegna þess að þá taka starfsmenn það ekki til sín. Þetta er eins og komið þeim ekki við að það sé bið eftir þjónustu. En það er í raun starfsmennirnir sem þurfa að taka höndum saman með öllum til þess að láta hlutina fara að ganga betur. Þannig að okkur finnst að vera bæði öryggis- og vinnuverndarmál skapa skilning hjá starfsmönnum á flæði og þyngd mála og við bættum úr því með því að vera með bara reglulegt stöðumat hjá okkur
Þannig að lykiltölur eru núna kynntar á starfsmannafundi einu sinni í viku og við ræðum þau reglulega og þannig að þú veist að ein af þessum myndum sýnd þá einu sinni í mánuði, skiljið, þannig að þetta rúllar á milli vikulegra funda þar sem að við þyngdamælum málin og það bara hver og einn starfsmaður sem metur sín mál og merkir inn í heilsugáttarhópi sem að teymin eru með. Þar sem að þú sjálfur, ef þú metur málið eitt rautt, þú þarft hjálp, þá maður pínu að segja, hei, ég þarf að fá einhverja fleiri að borðinu með mér. Að sjálfsögðu vinnum alltaf í teymi, þú getur alltaf tekið upp málinu þín, þarna svona vitum við, hér þarf þéttar aðeins. Eins með gæðavísa sem að við vinnum út frá, eins og bara fjöldi sem tekin inn í mánuði, þá þurfum við líka að passa þér flæðið út og það það sem við höfum alveg verið að flagga líka við eftirlitsaðilana okkar, það spyr okkur enginn hve margir útskrifast. Það vilja allir bara vita hversu hratt við tökum inn, en þú veist, það má ekki vera stíflan eins staðar, þannig að ég held að það væri alveg áhugaverð breyta líka að skoða hvað fer út. Og svo erum við líka að fara yfir bara aldursdreifinguna, það ekki eingöngu unglingar í þjónustu okkur eins og sjáu það, við erum komin niður í 8 ára þarna, það yngsta barnið, það er enda bara 1, en þau með farið að fjölga hjá okkur sem eru yngri. En já, þannig að við förum líka yfir bara, eru mál að stranda hjá okkur upp á að við vitum það þá líka að það þurfa að gera einhvern skurk í útskriftum. Nú, svo erum við með notendaráð og það ótrúlega skemmtilegt að geta sagt frá því. Það hófst síðasta haust og við fengum þroskaþjálfanema til þess að gera handbók notendasamráðið okkar og í handbókinni meðal annars bara þetta með okkar lagalegu skyldu til þess að vera í samskipti við notendur þjónustunnar okkar og þetta rímar við geðstefnu spítalans og svo eru bara svona alls konar svona parametrarnir bara hvað rætt og það allt saman. Notendahópurinn okkar fékk heimsókn frá fulltrúum frá heilbrigðisráðuneytinu í vor af því að heilbrigðisráðuneytið að vinna að endurskoðun á öllu barnageðheilbrigðiskerfinu frá 1. upp í 3. stig og þeim vildi bara vita hvernig þessir notendur okkar hefðu upplifað heilbrigðiskerfið þar sem þau eru komin í raun á endastað í langri þjónustukeðju og þeim fannst það virkilega gagnlegt og mér langaði bara til þess að sýna ykkur bara því að ég segi svo oft þess að sögum mér svo gaman að ég bara tók mynd af þessu. Það sem þannig að ein afurð sem kom út úr þessu notendasamráði var að þau sem eru með hópinn voru að útbúa veggspjald þar sem að hafði komið út úr þjónustukönnun að þeim fannst ekki nógu skýrt hvert þau gætu leitað ef þau hefðu einhvers konar kvörtun eða ábendingu nema þau sem voru búin að gera þessi drög settu inn sem viltu koma með ábendingu og vildu fá bara endurgjöfa á þú veist hvernig þeim fyndist þetta og kom á daginn að notendur þjónustunnar okkar vissu ekki hvað orðið ábending þýddi. Þannig að þau sátu og bara jú, þetta flott og svo bara býtu þetta orð þarna, hvað þýðir það? Þannig að þess vegna var þessu bætt við, veggspjaldi, viltu kvarta, af því að þau vissu hvað það þýddi. Þannig að þú veist, þetta eitthvað svona ótrúlega basic en skiptir gríðarlega miklu máli að við fáum endurgjöf frá þeim. Úr léttuhjali yfir í alvarlegt mál og það nauðung og þvingun í lágmarki. Það þannig á Barna- og unglingageðdeild Landspítala erum við að beita þvingun nánast daglega inn á legudeildina okkar. En það samt þannig að samkvæmt lögum öll nauðung bönnuð í þjónustu við heilbrigðisþjónustu við börn. Og það þannig eini aðilinn í dag sem hefur formlega lagalega heimild inn í svona okkar kerfi til að beita nauðung gegn börnum barnavernd. Og þetta þurfum við alltaf að benda á þegar fólk vil vísa börnum í þjónustu til okkar sem að neitar til dæmis að fara út á heimilinu, hefur ekki verið að mæta í viðtöl hjá sálfræðingum og stofu eitthvað slíkt og þá segjum við megum ekki, við erum ekki að fara heim að sækja þetta barn. Þú veist, hver ætlar að koma með þetta barn og þannig að það þarf alltaf að undirbúa það. En við erum búin að rukka reglulega að minna á þetta í öllum samtölum við til dæmis eins og heilbrigðisráðuneytið af því að þar í vinnslu skilst okkur einhvers konar endurskoðun á ákvæði í lögum réttindi sjúklinga. Það bara nauðungar ákvæði sem að í dag varðar eingöngu fullorðna. Ég veit ekkert hver staðan á því máli það ekki búið að samþykkja það fyrir fullorðna fólkið og það átti í raun að bíða fyrst átt að taka fullorðna hópinn og svo börnin. Þannig að ennþá erum við í þessari óvissu að við erum að beita nauðung þó við höfum í raun ekki lagalega heimild til þess. En þetta sem gulmerkt það sem við erum nú þegar að gera á deildinni. En okkur finnst þetta ekki léttvægt og við viljum að þessi fylgst með okkur og við viljum að einhver tjekki okkur af. Þetta líka bara svo mikilvægt að þetta getur eyðilagt meðferðarsamband og í raun við erum þarna með ungmenni
og við viljum alls ekki að traust þeirra gagnvart heilbrigðiskerfinu í heild bara rofni. Þannig að okkur finnst þetta er alvöru mál og við tökum þetta alvarlega. En okkur finnst þetta líka bara mjög sjaldan réttlætanlegt, við nauðungarsprautum aldrei, við bindum aldrei börn eða gerum neitt slíkt, en við erum að vakta þau, við erum að leita á þeim, við erum að hamla þeim í þeirra borgaralegu réttindum, þau eru læst inni, þau mögu ekki fara út þegar þau vilja, þau mögu ekki tala við þann sem þau vilja þegar þau vilja það og svo framvegis. Þannig að við köllum eftir eftirliti og okkur þætti bara vænt að fá einhvers konar nefnd sem að færi yfir atvikin hjá okkur til þess að við getum lært á þeim til að tekka okkur af. Þannig að við erum að bíða eftir þessa lagabreytingu og þetta er bara gríðarleg öryggisógn og við segjum það alls þar sem að við fáum vettvang til. Að lokum frá mér, við erum sem sagt í svokölluðum fjölskylduteymisfundum sem að kallast fjölskylduteymi heilsugæslunnar, velferðarþjónustu, skólaþjónustu, barnaverndar og BUGL og þetta eru fundir sem hófust fyrir mörgum árum síðan og við erum komin, þessi fundir eru víða land en það eru ákveðnir blindu blettir á landinu. Ég veit að heilbrigðisráðuneyti myndi vilja svona fundir væri allt land en þetta er sjálfsprotti, það er hver og ein heilsugæsla sem svona óskar eftir í raun þessum fundum og býr til teymin, þannig að það er algjörlega blindu blettur á Suðausturlandi fyrir sem sagt sunnan Vatnajökul og svo er svona upptökusvæði SAK, það er einn fundur sem er Akureyri með okkur þar. Þannig að bara ágætt að taka það fram, en þeir nýtast mjög vel þessi fundur og við sjáum það allt árið 2024 að það voru samtals málefni 865 barna rædd á svona fundum. Já, það má segja fjölskylduteymisfundina að þetta er leið til að brúa bilið milli kerfanna, fyrstu línu þjónustunnar og svo annarra línu og þriðju línu þjónustunnar. Það er og það er líka þarna er líka svona vaxtarbroddur í því að virkja félagsþjónustun og skólakerfið til þess að passa upp á börn í vanda, þannig að þetta er til mikilla fyrirmyndar en svona blindur blettur hjá okkur það er með einkageirann, það er að segja annarri línu þjónustun og stofu sérfræðilækna, þeir hafa ekki komið að þessu ennþá. En meðan að biðin eftir göngudeildarþjónustu hjá okkur voru 15-16 mánuðir, þá gerðist það hjá okkur eins og kannski eðlilegt er að bráðateymið okkar fylltist af göngudeildarmálum. Og það var orðið erfitt að átta sig á því hver væri í bráðamálinu og hver væri göngudeildarmál. Nú, eftir okkur tókst að stytta biðlistan eftir göngudeildarþjónustu, þá hefur okkur tekist að hreinsa bráðateymið okkar, þannig að þar eru bara bráðamál. Og þessi straumlínulögun hefur þýtt að verkum að það er bráðleiki málsins fær aukna athygli heldur en þegar í teymi það sem var fullt af göngudeildarmálum og þetta er stórt öryggismál. Við leggjum áherslu að þjálfa teymismeðlimina vel og það er þétt teymisvinna í bráðateyminu, þar kemur engin einnamáli, þetta er alltaf unnið í teymisvinnu. Það er engin biðlisti og bráðumálum er sinnt samdægurs. Og hvers konar mál eru þetta? Þetta eru alvarleg sjálfsvígshætta, geðrofsmálin og þar sem kemur gríðarlega alvarlegur hegðunarvandi og þetta eru svona málin sem að rata inn á bráðamóttökurnar, þar sem við veitum ráðgjafaþjónustu. Það er mjög virkt samstarf við fagaðilega utanhús, það er gríðarlega mikið samstarf við barnaverndina, sérstaklega þar sem hegðunarvandi er mikill. Við virkjum foreldra og valdeflum til þess að tryggja öryggi barna sinna. Það eru í bráðaviðtölin okkar eru gríðarlega viðamikil, þetta er 1,5–2 tímar jafnvel, það sem eru að afla upplýsinga frá barninu eða unglingnum og svo annars vegar og svo foreldrónum og við ræðum við þau ein og sér því að það er svo ótrúlega algengt þegar maður er að meta bæði þunglindis og sjálfsvígshættu í unglingi að hann heldur upplýsingu til hlés með að foreldrarnir eru í herberginu. Þannig að það er gríðarlegt öryggisatriði að funda með foreldrunum sér eða forsjáraðalunum sér og barninu sér. Það er alltaf verið að breyta lingóun í þessum bransa. Þetta öryggisáætlun hét áður en nú heitir þetta viðbragðsáætlun en við leggjum mjög mikið upp úr viðbragðsáætlun þegar að virkar sjálfsvígshugsanir til staðar til þess að meta geta foreldrar gripið boltan eða þurfum við jafnvel að leggja barnið inn. Það er framför hjá þjónustu að það er komin fyrir óstöðugasta hópin, eru komin
DAM-námskeið eða það sem kallað díalektísk atferlismeðferð og skjólstæðingar bráðateymis þurfa oft á þessari meðferð að halda en hún ekki lengur staðsett í bráðateyminu heldur komin í göngudeildina. Nú í alvarlegustu málum að þá leggjum við inn á legudeildin okkar til að tryggja öryggi en það fer áhættumat fram í bráðateyminu mun þessi innlögn hafa meiri ávinning eða meiri skaðsemi. Og þetta getur verið stimpill að leggjast inn á geðdeild, þetta getur verið að barnið upplifi þetta sem refsingu og þetta getur orðið stirðara samstarf foreldra og barns, þannig að það þarf að vanda þarna vel til verka og þarna ráða öryggissjónarmið för. Nú, transteymið okkar svona ekki nýtt af nálinni en það svona frá 2011-2012 fór að slæðast svona stöku transpat til okkar en á undanförnum árum hefur orðið algjör umbylting á transteyminu, það orðið miklu markvissara og gengur skeleggar til verks og eitt af því sem við gerum til þess að veita transbörnum sem besta þjónustu að eins og heilbrigðisráðherra lýsti nýlega á vísir.is þá þetta varfæri nálgun og það sem sagt varðandi þessar óskir barnanna komast á krosshormón til þess að þá að staðfesta þeirra kynvitund að við erum með markvissa fræðslu gagnsemi og skaðsemi hormónanna og þetta bæði munnleg og skrifleg fræðsla bæði fyrir skjólstæðingan og forsjáraðila og við förum fram á af því að þekkingargrunnurinn að styrkjast en við lítum ekki alveg á þetta sem fullkomlega gagnreynda þjónustu þannig að við lítum og við erum mjög auðmjúk gagnvart skjólstæðingum. Við erum að gera það sem við teljum, eða við erum að ráðleggja það sem við teljum best en við erum ekki alltaf með mjög sterkan gagnagrunn bak við okkur eða svona evidence-based en hann að styrkjast hröðum skrefum en við notum þessuna undirritað upplýst samþykki sem í rauninni ekki notað með aðrar meðferðir í húsi og í völdum tilvikum förum við þá leið að biðja dual parental consent, þar að segja að foreldrarnir þegar barnið hefur ekki náð þroska eða þekkingu til þess að veita raunverulegt upplýst samþykki, þá fáum við foreldrana til þess að ábyrgjast meðferðina með okkur. Og til þess að vakta gæði upplýst samþykkis hjá skjólstæðingum okkar þá erum við að nota svona Gilli Competence mati sem svona upprunnið úr bandaríska barnaverndarkerfinu. Barnaverndarkerfinu, já. Það sem að hefur náttúrulega gerst á undanförnum 2 áratugum að geðlyfjum hefur fjölgað mikið og lyfjameðferð á Íslandi í hæstu hæðum ef við berum okkur saman við hin Norðurlöndin. Þannig að það sem við gerum, sérstaklega gagnvart sérnámslæknunum okkar, þar að innleiða þá stefnu að hvenær sem fjöllyfja meðferð beitt hjá skjólstæðingum okkar, þá fari fram markviss leit í leitarvélunum að milliverkunum lyfja. Því sumar þeirra geta verið lífshættulegar og það bara með geðlyfjaflokkin, hann vandræðaflokkur af því að töluverðar milliverkanir milli einstakra lyfja. Og eins við önnur lyf sem við verðum að gefa og það vonlaust að muna þetta allt saman þannig að ég brýni fyrir sérnámslæknunum okkar að fariði alltaf við leitarvélina þetta tekur hálfa mínútu að slá inn lyfin og fá niðurstöðurnar. Nú svo svona tilfinningarlegur óstöðuleiki mjög algengur á unglingsárum og þegar vandinn sem mestur þá eru jafnvel að nota geðrofslyfin til að koma böndum á líðan barnsins. En það mjög mikilvægt að stöðva þessa geðrofslyfjameðferð við útskrift svo þau gleymist ekki á þessum lyfjum því þau hafa margháttaðar aukaverkanir sem við þekkið. Nú svo erum við að stöðva notkun örvandi lyfja þegar neysluvandi kemur upp samkvæmt leiðbeiningu landlæknis. Það var búið. Takk fyrir frábært erindi, vel koordinerað, eins og teymin eiga að vera. Þá höldum við áfram og við ætlum að fá umfjöllun lyfjaöryggi og börn
og það Þórunn Óskarsdóttir, klínískur lyfjafræðingur á Landspítala sem ætlar að flytja þetta. Gjörðu svo vel. Já, glæsilegt. Sæl, góðan daginn. Takk fyrir boðið og gaman að vera með ykkur hérna í dag. Nú er ég að tala hluti sem eru mér mjög kærir. Það lyf og lyfjaöryggi og svo það börnin. Það verandi sem klínískur lyfjafræðingur á Barnaspítalanum. En við byrjum bara aðeins á lyfjaöryggi. Hvað lyfjaöryggi? Það medication safety, já, þetta vísa til allra þeirra aðgerða, reglna, verkla sem tryggja að lyf séu notað á öruggan og réttan hátt, bæði til að forða skaða og til að hámarka árangur meðferðarinnar. Lyfjaöryggi nær yfir öll stig meðferðarinnar. Að ávísa lyfi, afhenda lyf, umsýsla lyfja, notkun þess og eftirlits á lyfjameðferðinni. Og markmiðið þá að tryggja sjúklinga að fá rétt lyf í réttum skammti, á réttum tíma og á réttan hátt. Hvert skref í þessu lyfjaumsýslunarferli felur í þessu áhættu og áhættu að lyfjaatvik geti átt sér stað. Það þá einhver atburður sem gerist í ferlinu sem getur valdið skaða. Og hvar í ferlinu lyfjaatvik eiga sér stað, það getur verið mjög breytilegt eftir hvort við erum að tala innan sjúkrahúss eða utan þess. En í flestum tilfellum þá svona algengast að þetta sé í tengslum við lyfjaávísunina eða skammtastærðir eða svona þriðjungi tilfella. En ef við hugum að börnum, að því að við skoðum börn versus fullorðna, hjá fullorðnum þá tölum við erum með svolítið staðlaga hugmynd að skömmtum og hvernig við notum lyf og í hvaða tíðni eða hversu oft við gefum lyf. En út frá börnum, þá við vitum, börn eru almennt heilbrigðir en fullorðnir, en þeir eru í alltaf þrefalt líklegir til að verða fyrir alvarlegum lyfjaatvikum. Og hvers vegna það? Jú, við erum að vinna með einstaklingsbundna skammta og við erum með einstaklingsbundna skammta og sem byggðir það á kílóum, hæð, aldri og líkamssamsetningu og það hröð og mikil breyting á stærð og þyngd barna. Og við skoðum bara frá því að allt þroskaferlið. Við erum með börn í öllum stærðum og gerðum. Jafnvel kannski fá 200-300 grömmum upp í jafnvel 200 kíló. Og á þessum tíma þá eru margar breytur sem hafa áhrif með tilliti til lyfjameðferðar og ákvörðun á skömmtun og val á lyfjum. Og þessi breytileiki sem sagt ekki bara í stærðinni, heldur líka bara hvernig líkamsbyggingin og starfsemi líffæra. Og þetta leiðir til þess að það eru breytingar á hvernig lyfin frásogast út í blóðrásina, hvernig þau dreifast út í vefina, hvernig við umbrotum þau og hvernig við útskiljum þau. Og þetta er stór hluti því af hverju börn eru í meiri hættu. Það er líka það aðgengi að lyfjum fyrir börn er mjög takmarkað og við erum eins og kannski margir þekkja að þegar lyf kemur á markað þá eru ákveðnar klínískar rannsóknir sem eru gerðar til að tryggja bæði verkun og öryggi lyfja. En börn þetta viðkvæmur hópur eins og barnshafandi konur og aldraðir einstaklingar og við siðferðislega erum ekki að gera ákveðnar rannsóknir á þessum hópi. Sem þýðir að við erum að nota lyf utan ábendinga og mikið af lyfjum sem eru óskráð eða án markaðsleyfis. Það er líka skortur á lyfjaformum sem henta börnum og útbúa þarf oft lyf til einstaklingsnotkunar til að mæta þörfum og þetta líka skapar hættu. Skammtaupplýsingar. Við erum með mikið úrval, það þau lyf sem við erum með eins og bara hér á landi, við sækjum þau hvaðan að úr heiminum og þannig að skammtaupplýsingar eru ekki staðlaðar og það eru breytilegar líka eftir löndum. Þegar við erum að gefa
gefa lyf börnum og oft lága kannski skammta og jafnvel erum að gefa börnum undir 1 kíló eða jafnvel nokkur kíló lyf, að þá krefst það flókinna útreikninga og lyfjagjöfin sjálf getur verið mjög krefjandi. Og það þarf að vinna mörg skref til þess að gera að verkum að hægt sé að nota lyfin. Og öll þessi skref áhætta. Þannig að börnin eru ekki bara litli fullorðnir einstaklingar og þurfum oft svona svolítið að minna okkur á það. Og það eru margir þættir hjá þeim sem eru þá frábrugðnir, sem á þá þátt í þá hvernig lyfin eru skömmtuð og hvernig eru gefin. Og við verðum að vernda þennan viðkvæma hóp til þess að tryggja lyfjaöryggi, til þess að tryggja sjúklingaöryggi. Það eru fjölmargar leiðir til að vinna að því að koma í veg fyrir lyfjatengd atvik og auka lyfjaöryggi. Og þetta snýst allt það að það ekki ein leið, heldur þurfa að nota marga leiðir til þess að ná að fylla upp í ostin af því að þess að finna sér ekki aðra leið. Þess að koma í veg fyrir lyfjatengt atvik. Og mér langar svona aðeins kannski bara að fara í gegnum nefna þessu nokkur dæmi og þetta nokkur dæmi, það margt meira í gangi en hvað við erum að gera á barnaspítalanum til þess að tryggja lyfjaöryggi og bæta lyfjaöryggi. Og þá ætla ég í dag að fókusa, ég geti talað þetta í heilan dag örugglega. En í dag ætla ég að fókusa á leiðbeiningar og verkferla, þjálfun og kennslu og rafræn kerfi. Og við bara skoðum aðeins þessa punkta og svona með hvað sem búið í gangi núna bara síðustu mánuðir jafnvel, að leiðbeiningar og verkferla gríðarlega mikilvægur þáttur. Og kannski ekki síst þegar við erum með rosalega fjölbreyttan hóp, við erum með mikið af lyfjum, mikið af óskráðum lyfjum og fjölbreyttar leiðbeiningar allstaðar úr öllum heimshornum. Og við þurfum að taka þetta saman og við þurfum að staðla. Hvað ætlum við að gera hér fyrir okkar skjólstæðinga? Og hluta því til dæmis búið mikil vinna í tengslu við bara lyfjagjafa leiðbeiningar fyrir öll börn á vökudeild. Þannig að öll lyf sem við notum á vökudeild að séu skýr leiðbeiningar hvernig á að gefa lyfin og þá líka staðlaðar leiðbeiningar hvernig á að þynna og svo framvegis. Síðan lyfjagjafa leiðbeining fyrir börn og við getum ekki yfirfært alla leiðbeiningar frá fullorðnum af því við þurfum að aðlaga með tilliti til stærðar, þyngdar, hversu mikill vökvi og svo framvegis. Stöðlulyfjafyrirmæli og skipta þeim jafnvel niður eftir þyngdarflokkum og þetta hefur verið að prófa eins og varðandi verkjameðferð eftir aðgerðir. Síðan sýklalyfjagæsla eða sýklalyfjaráðgjöf. Þetta hlutur sem við erum búin að vinna núna í nokkur ár, þá ég sem klínískur legafræðingur og svo barnasmittsjúkdómalæknir og þarna að stuðla að viðeigandi notkun sýklalyfja fyrir börn, yfirfara öll sýklalyf sem börn eru á Landspítalanum og koma með ákveðna svona vitundavakningu og leiðbeiningar notkun sýklalyfja, hvort sem það eru skammtaleiðbeiningar, val á lyfjum, hvernig lyfjagjöfum háttað og líka tryggja þá aðgengi að þeim lyfjum sem við þurfum. Síðan það gæðaverkefnin og þarna koma líka inn eins og bara sérnámslæknar í barnalækningum að þau þurfa að sinna sínum gæðaverkefnum og þá koma að bættum verkferlum og leiðbeiningum til þess að tryggja sjúklingaöryggi og oft þetta í sambandi við lyfin og lyfjaöryggi. Og gott að nýta þessa vinnu, þetta hefur gengið líka mjög vel. Varðandi þjálfun og kennslu þá er það gríðarlega mikilvægt og eitt af það nýju sem er komið núna inn það sem kallast barnaskólinn sem rauninni bara að fyrir nýtt starfsfólk að hitta nýtt starfsfólk og það sé farið yfir hvað tól höfum við þegar við byrja á barnaspítalanum, hvernig aðgengi að kerfum, hvernig aðgengi að leiðbeiningum og svona kenna að nota tólin og kynna fyrir nýju starfsfólki, þá í öllum greinum. Síðan það sem við höfum verið aðeins að bæta núna í varðandi kennslu líka bara lækna og hjúkrunarfræðinga líka verklegar æfingar með lyfin. Að læknar sjáu lyfin, fá að
Snertalyfin, hvaða lyf ég að ávísa fyrir börnin sem gengur síðan ekki að taka? Þannig að börnin þurfa að taka lyfin svo þau virki, svo þau frásveist. Þannig að svona hlutir og líka með hjúkrunarfræðingana að vera með virka verklega kennslu til þess að bæta hæfni og gefa líka tækifæri fyrir umbætur. Og svo það rafrænu kerfin og það sem gerist núna til dæmis bara á þessu ári að við fórum í innleiðingu á nýja lyfjafyrirmælakerfi fyrir krabbameinsmeðferð fyrir börn. Þetta þá fyrsta kerfi í Íslandi sem fyrir loka lyfjaferli sem þýðir það að öll keðjan frá því að lyfjaávísunin sett upp og því að búið að gefa lyfið allt í sama kerfinu og með þá skönnun á lyfjum og sjúklingaarböndum og slíkt. Og þetta byrjaði hjá fullorðins og við fórum núna þessu ári yfir fyrir börnin sem þýðir að við fórum á pappír. Við vorum ennþá að ordinera á pappír eða ávísa á pappír krabbameinslyfjameðferðin. Þannig að þetta auðvitað risaskref. Og síðan núna undirbúningur fyrir innleiðingu á nýju lyfjafyrirmælakerfi á Landspítala og þarna alls konar tækifæri til úrbóta með tilliti til lyfjagjafa og lyfjaskammta fyrir börn og aðlaganir sem við þurfum að gera og erum að gera til þess að bæta þetta ferli. En vissulega eru áskoranir og kannski það svona fyrsta sem datt í hug með áskoranir mannafli. Við þurfum einstaklinga sem eru þjálfaðir og hæfir til þess að líka sjá leiðbeiningar og viðhalda þeim. Og þannig að það alltaf eitthvað sem maður þarf að hafa í huga, tæknistuðningurinn. Tækninni fleitir mjög hratt fram og margt sem við getum nýtt, en kerfin okkar bara eins góða þau upplýsingar sem við setjum í þau. Þannig að við þurfum líka þá mannaflan til þess að vinna vinnuna, til þess að við fáum þau kerfi sem við getum nýtt til fulls, til þess að bæta öryggi. Og svo get ég ekki tala áskoranir án þess að tala lyfjaskort. Og við erum vissulega þar með lyfjaskortur og þá sérstaklega fyrir börn stórt vandamál og stöðugt. Og við reynum eins og við getum að þetta vinna sem mun aldrei stoppa og við þurfum líka alveg að gera betur þarna. Þannig að börnin okkar dýrmætasta eign og við verðum að tryggja öryggi þeirra, lyfjaöryggi, sjúklingaöryggi. Takk. Kæra þakkir fyrir þetta skemmtilega erindi og virkilega áhugavert og gaman að sjá hvað menn að taka þetta föstum tökum. Nú erum við komin að síðasta formlega erindinu. Það Marta Jóns Hjördísardóttir. Já, ég held ég var að sjá illa. Talskona sjúkling á Landspítala og hún sennilega með alltaf ekki metnaðarfyllsta nafnið á fyrirlesturinn sem heitir Börn, foreldrar og heilbrigðiskerfið. Gjörðu svo vel. Ég á samt svo erfitt með að fara þetta, takk. Ég á svo erfitt með að fara þetta fyrirbærum að erindi mitt heitir það ekki. Ég var mjög ástæð svo yfirþyrmandi. Já, takk. Herru, já, ég heitir sem Marta og ég ætla að því ég talskona sjúklinga, þá mitt hlutverk svolítið að koma og segja ykkur hvað þau hafa sagt mér. Og það náttúrulega fyrst og fremst foreldrar í þessu tilviki. Þannig ég ætla að segja ykkur aðeins hvað aðstandendur barna hafa sagt mér á þessu ári sem ég búin að vera í þessu starfi. Og mér fannst ánægjulegt að sjá sálfræðilega öryggið hérna í fyrirlesturum áðan, að því ég hugsa að ég get eiginlega ekki talað þetta nema að minnast á sálfræðilegt öryggi. Af því að til þess að við getum tryggt öruggt umhverfi fyrir börn og foreldrar þeirra í þjónustunni, þá verður starfsfólk að búa við sálfræðilegt öryggi. Þau þurfa að þora að spyrja, þau þurfa að þora að vera hrædd og gera hluti að spyrja asnalega spurninga, viðurkenna mistök og þau þurfa að geta hringt óþægileg símtöl eða hringt í einhver útkall þó sé óþægilegum tíma og þau þurfa að hafa þennan grunn til þess að geta verið málsvarar barnana og foreldrana. Þannig að ég ákvað að setja þetta alveg fremst.
Og það sem hefur komið í ljós finnst mér á þessu ári sem að ég er búin að vera í þessu starfi allan fyrir mig, að bara samskiptin eru undirstaðan í þessu öllu. Þau skipta bara öllu máli að við séum góðið því. Og þau stýra upplifun fólks og líðan fólks af alveg ótrúlega miklu leyti. Og það er bæði hrósið sem kemur til okkar, það snýst næstum allt fagmennsku. Fólk kannski beið marga klukkutíma eða langan tíma eða eitthvað en það segir kannski en manneskja sem kom að tala við mig var svo ótrúlega hlýleg og sýndi mér svo mikla nærgætni þau hlustu það sem ég sagði, það skiptir máli. Og svona við þurfum að leggja áherslu á þetta. Svo finnst mér svona það sem ég heyri líka að tala er svolítið svona færa erfiðar fréttir og við erum með svo skakka mynd sem heilbrigðisstarfsfólk að hvaða fréttir eru erfiðar. Að við erum kannski umhverfið þar sem stöðugt verið að greina börn með eitthvað alvarlega vanda, lífsógnandi sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis, en staðan sem þessir foreldrar eru í og þessir börn eru í núna, hún er hræðileg og við þurfum svolítið að bera virðingu fyrir því að það er mjög erfitt að fá fréttir eitthvað eða eitthvað sé í gangi, þó það sé ekki lífsógnandi eða sé að valda einhverju verulegur hömlun eða breytingu á lífsgæðum. Og svo er þetta upplýsingaflæði, að fólk á erfitt með að nálgast upplýsingar, þá erfitt með að fá svona sömu upplýsingar, það kom oft bara einhver segir þetta núna, svo kemur einhver annar daginn eftir og segir einhver annað og við erum það eru oft svona talað þess fjölskyldufundi, en þeir eru stundum þverfælegir, langir, það eru einhverja fréttir, en við þurfum að gefa litlar upplýsingar ört, ekki bara þegar það er eitthvað í gangi. Og við verðum að muna líka, og ég er ekkert að segja að þið séuð ekki að muna þetta, en þetta er svona bara það sem maður heyrir, er að þetta fólk líka, þetta aðstandendur eru að upplifa sínar verstu stundir, eða eru í einhverju ótrúlega mikilli krísu og stundum er kerfið að gera ráð fyrir að þau séu bara svona með fulla virkni í höfðinu. Þau séu við erum í vinnunni og við einhvern veginn gerum ráð fyrir að þau meðtæki hluti, heyri hluti og skilji hluti eins og við erum að gera í okkar vinnuumhverfi. En þau eru í angist og þau eru hjálparlaus og þau eru kvíðin og þau eru hrædd og þau eru oft og uppnámið að veldur því að þau eru reið og pirruð og kvíðin, spurja kannski svona hvasst eða svona astnalega spurninga að okkur finnst og þá verður oft svona samstuð í kerfinu. Við eigum svolítið oft erfitt, finnst mér, með að þola að fólk er ekki að sýna okkur sínar bestu hliðar þegar það er á sínum erfiðustu stundum, sem er bara pínlítið áhugavert. Og kerfið er fáránlega flókið. Ég hefði aldrei trúað því einu sinni sjálf. Ég er búin að vinna í þessu kerfi ótrúlega lengi og maður er bara eitthvað, já. Svo er bara, hvert á að leita? Hver ætlar að svara okkur þegar við hringjum? Það er oft mjög svona góð svona ætlun, svo hafið þið bara samband og svo hefur fólk samband og þá bara eitthvað, nei, þið ekki hafa samband við okkur, þið hafa samband við þennan og það er verið að vísa fólki bara þetta teymi og svo er þetta ekki nógu veik fyrir þetta en barnið er alltaf veikt fyrir þetta. Og þarna situr, að því eins og við varst að tala áðan að eins og að fólk verður kannski ekki neitt í þjónustu eins og á barna- og unglingageðdeild, en það eru mörgum öðrum stöðum í kerfinu þar sem þau eru að bíða eftir þjónustu og það eru kannski liðnir margir mánuðir af því að fólk er líka alveg ótrúlega þolinmótt. Þú veist, þau bíða og svo bara, nú hefur ég ekki heyrt neitt í 3 mánuði, þá bara, já, nei, heyrðu, þetta er eitthvað. Þannig að og þau vita oft bara hvað á ég að gera. Ég er búin að reyna að senda pósta, ég er búin að nota sambönd í bílinn, ég er búin að nota öll úrræðin sem ég hef, hvað get ég gert? Það er svona mikið ráðaleið sem ég heyri. Svo finnst mér svolítið áhugavert að þau tala svolítið svolítið að byrja upp á nýtt og þetta hef ég bæði heyrt, þetta er aðalega frá kannski foreldrum langveikra barna, að þau eru alltaf að segja sömu söguna aftur og aftur og þau eru kannski að rifja upp sitt mesta áfall í lífinu dag eftir dag eftir dag. Og meira sem svo í innlögnum og barnadeild hafi foreldrar sagt mér bara, það kom alltaf nýr læknir á hverjum degi og spurði okkur alltaf hvað var í gangi. Og kannski, að því var eitthvað að hugsa, kannski við að upplega sem heilbrigðisstarfsfólk, eitthvað, já, við erum að spurja, við erum að fá svona orð fólks, hvaða orð þau eru að nota, hvernig þau eru að lýsa sinni upplifun. En það sem þau upplifa bara, er enginn sem les, er enginn sem kynni sér neitt. Þarf ég alltaf að segja þetta aftur og aftur. Og ég tala við eitt foreldri sem var búið að láta sérstaklega merkja, bara þetta er bara mér mjög erfitt. Ég get ekki tala svona rosalega mikið þetta áfall, en það hefur samt verið áskorun að þurfa alltaf að rifja upp. Og svo er sagt svona bara, nei, þið passið ekki hér, þá foreldri mitt langveiksbarn sem var að segja, þetta er svo rosalega mikið umsýsla, við erum með svona stórri vakt, sækjum hluti og gera hluti og bara eitthvað, hvað, þetta er bara eitt skjal, þetta er bara eitt sýndal. Við sjáum bara sem heilbrigðisstarfsfólk svona lítinn bita af lífinu þeirra. Restin er eitthvað miklu, miklu stærra og við þurfum svolítið að muna það. Og þau þurfa öryggi og stuðning, börn með flókin vanda og mér var svolítið áhugavert þegar ég komst bara, því ég þekki ekki barnaþjónustuna, ég hef hvorki þurft að nýta mér hana né verið að vinna þar, að það er eiginlega alveg eins með börn og fullorðna að varðandi börn með svona flókin vanda sem að eiga hvergi heima.
þau fá oft mikið erfiðara hjá þeim að finna þjónustu. Þau vísa á milli teima, það tekur einhvern veginn enginn þannilega ábyrgðina því hvert teimi það metur, nei, passar ekki hér, vísar annað og svo býður í marga mánuði, nei, passar ekki hér. Þannig að það er svo langu tími sem fólk er svona velkjast og þau segja bara, við gerum ekki annað en að reyna á sambandi og býða til svörum. Og það sem mjög áhugavert í samtali við eina foreldra, þau sögðu að þegar barnið er að vera svo miklu vanda, það var alltaf verið að segja við þau, guð mig góður, þetta er svo erfitt ástand, þið verðið að fá aðstoð. Og þau bara, við erum að reyna, hver ætlar að hjálpa okkur? Hvað er, en manneskjurnar í kerfinu eru ofta að reyna, en kerfið einhvern veginn gengur ekki alveg upp. Og þessi hlustun sem er bara lykilatriðið í öllu, og þetta eru bara tilvísanir frá 3 foreldrum sem eru með 3 börn í bara mjög ólíkum aðstæðum og að leita mjög ólíkra þjónustu. Og eitt foreldri sagði bara, ég vissi hvað var að barninu, ég sagði þeim það aftur og aftur, ég er búin að vera foreldri í nokkur ár, þetta er langvægt barn, ég bað ítrekað lækni og sagði við þurfum, getur eitthvað komið að skoða hann, og það var svona humma og jæja, eitthvað svona, nei. En svo þegar ég fór heim og við útskriðumst, þá var sagt, já, þú náttúrulega þekkir barnið best. Og hún var bara, en á hverju eru þið þá ekki að hlusta þegar ég er að biðja það? Ég er búin að reyna að segja ykkur þetta. Og svo er hérna annar foreldri sem sagði, ég var ítrekað búin að láta vita, það er ekki hægt að setja æðalegg. Það er búið að margreina, við erum búin að koma mörgu sinnum, það er bara búið að vera mikill angist tengt þessu. En samt þarf að reyna, við þurfum samt að fara gegnum okkar ferla. Já, við erum með svona reglur, við þurfum að reyna, sem að við valdið þessum barni miklu meiri þjáningu heldur en hefði þurft að gera. Svo er hérna barn sem hefur bara ekkert búið að vera í þjónustu á neinu viti, þurft að koma eitt inngrip mjög lítið á okkar mati, en barnið var mjög hrætt og mjög kvekt og þurfti svæfingu sem er ekki endilega venjan í þessu inngripi og þá búið að meta það, en samt þurfti að berjast fyrir því að því það var ekki á réttum tíma, hvort það var helgi eða eitthvað svona, og það þurfti að reyna að gera þetta inngrip án svæfingar fyrst. Barnið trylltist og foreldrar sagði bara, nú er það bara mjög traumatist og vill aldrei koma aftur á barnaspítalann. Og þetta er sko bara eitthvað 10 ára hraustu krakki sem að, veist þannig að svona, og þannig voru allt foreldrar sem eru að reyna að segja kerfinu hvernig þjónustu börnin þeirra þurfa og það er erfitt að hlusta, eða þau fá ekki hlustun. Af því kerfið á að vera bandamaður og þau verða að finna þessi hlustað á þau til þess að þau treysti og til þess að þessi hægt að hafa þetta öryggi. Af því ef þau upplifa ekki öryggi, þá upplifa þessi oft, ef þau upplifa þessi svona ósýnleg og erfið og þá líka við fullorðna aðstandendur, að þá treysta þau ekki kerfinu og þá verður þetta svona vítahringur. Það dregur úr samvinnu, það dregur úr örygginu og það er alveg, og stress og kvíði ekstra fjölskyldunni allri, líka barninu. Og það er bara þannig, við vitum það, að foreldrar þekkja börnin sín og við einhvern veginn verðum að æfa okkur aðeins í þessu og við verðum að geta hlusta virkilega og staðfinn skilning af því það er líka svona sem maður heyrir að það er svona mikið, hvað sem við misskilum alveg, samskipti eru rosalega flókin og þau hafa kannski verið afgreidd sem eitthvað svona, já við tölum bara saman, en þau þarfnast þjálfunar, þetta er ekki einfalt og hlusta á fólki þjáningu eða hlusta og reyna að hjálpa eða vera að hjálpa þegar það er ótrúlega erfitt, þú færð ekki úrræðin er ekki til, þú ert alltaf að segja fólki eitthvað erfitt og leiðilegt, það er mjög erfitt, það er svona verður heilbrigðisstarfsfólk að fá þjálfun og æfa sig í þessu og fá stuðning, en það þarf að útskýra fólki næstu skref og það er að samræma upplýsingar á milli teima og mér var svona, eins og það sem kom svolítið fram áðan, þetta er svona alveg andað sem ég hef heyrt að fólk veit oft ekkert hvað er að segja, barnir í þjónustu víða og það virðist ekki vera að tala saman og sýna þeim hlýju, virðingu og umhyggju, af því að það er alveg ótrúlegt hvað það kemur fólki langt og ég heyrði einu sögu daginn sem var aðstandandi sem sagði bara þessi manneskja sem kom inn þennan dag, hún var svo yndisleg við mig, hún hlustaði og hún sýndi mér áhuga og hún talaði við mig að hún breytti allri upplifunin sem hafði verið neikvæð fram að því. Þannig að þetta skiptir svo rosalega miklu máli. Og svo bara langaði mig líka, þegar við vorum aðeins að tala um þetta áðan, samráð við notendur, af því að nú er það bara hluti af minni starfslýsingu að tala við hagsmunasamtök sjúklinga sem ég hef ekki gert nógu mikið af, en er búin að vera að gera núna undanfarna vikur. Og það er bara ótrúlega gaman líka. Það er svo skemmtilegt að því að fólk er með svo mikið hugmyndum og það er svo gaman að fá að heyra frá þeim og þegar við erum endurskipuleggja eða mitt breyta ferlunum, breyta þjónustun einhvern veginn eða mitt með svona málþing að því að við vitum ekkert, við sitjum ekki á þessum biðstofum, við sofum ekki á bekkjunum sem að foreldrarnir þurfa að sofa á og við erum ekki að reyna að hringja og erum ekkert í þessari aðstöðu og það voru til dæmis núna bara nokkur dæmi sem ég er búin að heyra frá fólki sem þau eru með svona góðar hugmyndir og þannig að ég hvet ykkur bara til að
hafa eiginlega bara næstum alltaf samráð við notendur af því að það miklu dýrara og miklu meira vesen að gera það ekki. Og já, ég langar að segja að ég hef komið á fundandi á notendaráði á barna- og unglingageðdeildinni og það var alveg rosalega gaman og þá var ég líka búin að gera eitthvað svona texta á vefsíðunni sem ég var búin að stytta og gera eitthvað rosa fínan og þau svona rétt opnaðan og voru bara, ég myndi aldrei lesa það. Og maður, þetta föttum við ekkert, við erum í einhverju búblu. Þannig að það svona og mér finnst þessi mynd alltaf bara að vera eitthvað geggjuð. Þetta bara okkar sjónarmið eitthvað rosalega fínt eitthvað svona órói, en svo þetta sem krakkinn sér. Og við getum ekki vita hvað hann sér, að við erum ekki hans umhverfi. Þannig að takk hérlega fyrir. Kæra þakki fyrir þetta og ofsalega góð mynd þarna og það fór vel á að þetta væri lokaerindið. Ég ætla að gera svona smá samantekt. Ég ætla ekki að fara í gegnum hvert og eitt erindi sem hefur komið og gera einhverja samantekt úr því að þau voru öll vel og skilmerkilega sett fram og ég held að ég hafi ekkert við það að bæta, en það sem kannski maður tekur með sér heim og svona það að það verið að gera alveg ótrúlega mikið af flottum hlutum sem tengist sjúklingaöryggismálum. Annað það að öll þessi verkefni eða breytingar á starfsemi eða aukin skilvirkni, þetta í rauninni allt líka gæðaverkefni. Það sýnir bara hvað sjúklingaöryggi og gæði í heilbrigðisþjónustu eru bara algjörlega samtvinnuð. Þannig að þetta lifir ekkert án hvors annars. Og á sumum stöðum líka farið að hugsa að sjúklingaöryggi og öryggi starfsmanna og sálfræðilegt öryggi starfsmanna, það fer líka saman. Og þannig að við erum að horfa á þessa samþættingu og þetta verður alltaf vera til staðar til að veita góða þjónustu. Og það líka annað sem ég tók eftir að mjög mikið af þessum verkefnum og nýjungum og breytingum hafa bara verið að gerast bara síðustu ár. Það virðist vera, allavega í mínum huga, eins og að það sé meir og meiri vakning það hvað þetta mikilvægur þáttur í heilbrigðisþjónustunni. Og það vel og það held ég að landlæknir getur bara verið mjög stoltur af að sinna eftirlitshlutverkinu sínu að sjá og heyra allt þetta sem við erum að gera í þessu. Þannig að ég bara alveg, þegar við vorum að setja þetta saman, þá vorum við að velta fyrir okkur hvort að við gætum verið með allt þingið sem sjúklingaöryggi barna einhver að vinna í því. Við hefum getað haft þetta helmingi lengra örugglega ef við hefum viljað. Þannig að þetta var bara frábært að fá allt þetta og líka að fá svona skoðuna hinum megin frá, ég getur sagt, þar sem við getum gert betur og fá að hlusta á það. Og það var mjög, þeir tvö erindi sem voru fjölluðu þetta frá þeirri hlið, þau voru mjög samhljóma. Þau bentu okkur á áskoranir sem við þurfum að takast á. Og það ekki áskoranir endilega sem við vissum ekki af, en okkur hefur bara kannski ekki tekist nægilega vel að sinna þeim. Og það bara hvatning okkur til að gera betur í því efni. En ég vil bara fyrir hönd fagráðsins þakka öllum fyrirlesurunum og ég vil bara enda á því að gefa ykkur bara gott klapp og takk fyrir.